Já, komið heil og sæl og verið hjartanlega velkomin í þáttnúmer á ég að reyna Já, gjörðu svo vel. 311. 310. Ok, þó Já, það. heitur. Já, við erum með hörku þátt í dag. Heldur betur. Já, það góðvinni þáttarins. Það nú kannski, Þú ert með smá formúla. hvað segirðu? Þú ert með smá formúla þannig Já, en það nú kannski að dýrmætast að við Chess Dark að mér finnst, sko, hvað maður regnast marga góða vini og kynnist mikið af merkilegu fólki. Já. Og drengurinn okkar í dag er Ísak Bergmann Jóhannesson, leikmaður Köln í þýsku búndesligunni og einnar lykilmönnum íslenska landsliðsins. Ísak, þú komst síðast til okkar á 28. desember 2022. Þá líka HM, Heldur betur. eins og Ísak bent okkur á fyrir þátt. Það var þáttur nummer 95. Fá maður alltaf 4 ára fresti. Þá tvítuðu samlingsbundin FCK og ekki sáttu við spiltíman. Sæðir hreinskilinslega frá því að því finnst þú að skilja stærra hlutverk og vissir að eitthvað þyrfti að breytast. Það gerði það líka svo sannarlega. Gekkst á lán til Fortuna Düsseldorf sem að reyndist vendi punkturinn. Síðan þá hefur ferillinn tekið ótrúlegum breytingum, upplýðir vítaspyrnu harmleikin eins og við munum koma inn á eftir gegn Bochum. Þar sem Düsseldorf misti af sæti í búndesligunni á lokametrunum. Varst keyptur varanlega til félagsins og varst lykilmaður þar í 2 tímabil. Tókst síðan eina umdeildustu ákvörðun sem að þýski knattspyrnu áhuga menn. Ég mun ekki gleyma því. Nei, ég mun ekki gleyma því bráð. Sem íslensku knattspyrnumaður hefur tekið þér og gekkst til erkifjendana í Köln og ert í dag fastamaður þar í búndesligunum og íslenska landsliðinu. Ætlum að rekja þessa vegferð frá því að hann gekk út úr þessu stúdíu í desember 2022 og fram til dagsins í dag förum við tíman í FCK, uppgangin í Düsseldorf, umdeildu skiptin til Köln, lífið í búndesligunni og stöðuna í landsliðinu. Við munum líklega að koma eitthvað inn á F-liði líka. Það sofasérfræðinga. Það sem að fæðið þjálfar uppfylgsfélag í að bestu deildina á heimsmeistaramóti sem nú stendur yfir. Vertu hjartanlega velkomin. Takk hérlega fyrir. Takk hérlega. Hvernig liggur það, Ísak? Ég er góður. Það er HM í gangi og maður feskur. Sumar og... Hvað áttu mikið eftir hvenær komst til landsins og hvenær ferðu út aftur? Ég kom... Við fórum í frí 17. maí, það var síðasti leikur þá. Og svo var landsleikir hann í byrjun júní og ég er búin að vera í fríi síðan þá og ég fer aftur út 10. júlí til Köln að æfa, en þetta er bara eitt lengsta frí sem ég fengið út af HM. Þá byrjar Bundesligan aðeins seinna. Já. Þannig að þetta er búin að geða, þetta er búin að lengja á Íslandi, löngu frí, þannig að þetta er búin að vera mjög næs. Já, sko það voru náttúrulega reyndar landsleikir í byrjun júní, þannig að þetta er þá kannski, hvað erum við að tala um í sumafrí? 5-6 vikur, eitthvað? Ég held sko leikmennir sem eru í Köln sem fara ekki í landslið eru í 7-8 vikum. Þannig að þetta er rosalegt fyrir þá, en eins og fyrir mig, ég var í mánaðafrí, svo spila við Argentínu, halda sér í formi fyrir það og svo fara aftur í mánaðafrí. Þannig að þetta er svolítið svona, þessi júnileikir getur verið svolítið tricky sko. Upp á það að gera, en bara það var ótrúlega gaman að spila við Messi og Argentínu. Ef við kannski byrjum á því, var þetta taktísk uppstilling hjá Arnari að setja Jón Dag hann í vinstri bakvörðinu til lokleiks? Hann var að væla alla vikuna að vera í Arnar stilltur upp í vinstri bakvörði alla vikuna, svo förum við í rútuna alla dagana. Verið vinstri bakvörð og þessar æfingum að Jesús. Svo bara var hann heppnasti maður í heimi þegar Messi bara fer úr treyjunu fyrir Jón Dag. Hann var var samt á hægri kanti til að byrja með. Svo bara, hann þarf að þakka Arnari fyrir þetta 100% sko. Þetta var ekkert eðlilega gott sko. Ég treyjunu bara í left. Já, mjög gott. Fekst þú treyju þarna? Nei, ég þorði ekki að fara í það eftir að þeir réðist á mig. Já, það var rosalegt. Hvað var það? Það var samt talað um að ég sá okkar tweetum þetta, talað um að ástæðan fyrir Argentínan getur að heimsmeistari er að það var Ísak hvernig teklaði þeir? McAllister. Já, McAllister og þeir fóru bara allir á hans. Það er alveg unity hann. Ég er náttúrulega United maður, en þetta var svona eins og eitthvað svona draum, eða þetta var svo skrítið að fá bara harðasta landslið í heimi alla á mig og dómarinn var eitthvað að bakka mig upp og íta mig frá. Jón Dagur sagði samt vel gert, hann vildi vera hann inn á þegar þetta gerði sko. Já. Ég var svolítið ánægður með því, þú var svo hissa, þetta var svo soft líka. Ég ítti aðeins í hann, en þetta var, ég fekk alvöru lög frá Brasilíumönnum á Instagram og alvöru heit frá Argentínumönnum. Já, ég tókum því. Þannig að þetta var gaman. En ertu í því, ertu að taka treyjur af og til? Já, ég hef alveg tekið, ekki þegar ég er að bomba mig niður kannski í leikjum, en ég tók hérna Olise í spilum átti Franklandi. Og Harry Kane og Kevin De Bruyne og þannig að... Já.
Það meira en flestir sem er að hlusta held ég. Mjög gott. En ekki Messi. Nei, við eigum hann inni. eigum hann inni, nákvæmlega. Gleymist náttúrulega, Með hvernig hann að spila og geta hann alveg tekið, ólíklegt. já. Sko, Ísak er miklu yngri heldur en fólk heldur, sko. Fólk heldur Hann er að búinn sé 32 vera ára. lengi já. Það er bara máli, en við ætlum að kynna nýja við okkar. Héðinsfjörður. Fórum og kíktum á Selhelluna Heldur betur maður. og bara virkilega flott húsnæði og spennandi hluti sem að þeir eru að gera. Þeir verða þarna með framleiðslu, sölu, uppsetningu og viðgerðir á bílskúrs og iðnaðarhurðum. One stop shop. Búin að vera með það lengi og skapa sér gott orð. Já, heldur betur. En núna erum við að detta í gluggana líka, sko. Býtu bara. Já, sí. Þetta er þannig dæmi, sko. Það er bara nákvæmlega þannig og svo er þetta kaldi. Þú ert undir mannaður í dag, Birkir. Ég er það. Eina fyllibittan í stúdíónu. Maður klikkaði nú að koma með núllar handa ykkur. Heldur þið nýgjandir ykkar. Já, fyrir þá sem að vilja græða á daginn og drekka á kvöldin. Þá er Brugsmeðan kaldi og bjórinn þaðan Eina svarið. líklega eina svarið. En En við ætlum að byrja á lokakaflanum hjá FCK og láninu til Düsseldorf. Það er kaldi sem fær okkur það. Eins og við tölum í lengsta inngangi Chess After Dark hinga til þá varstu samlingsbundin FCK þegar þú komst til okkar síðast og janúarglugginn á leiðinni endar á að fara á láni til Düsseldorf í þýsku B-deildina. Sko, að því að þú varst hreinskiptin með það að þú varst ekki sáttur með spilatíma sem þú varst að fá og líka búin að spila vel að þér fannst þegar þú fékkst tækifæri. Sko, fleikt aftur á bekkinn þrátt fyrir að spila vel þegar þú fékkst tækifæri. Hvernig leit þetta út innanfrá? Var þetta svona, var eitthvað meira í gangi eða? Er eitthvað sem að svona meðal gómur veit ekki? Nei, náttúrulega fer ég viðtalið í sumari þegar við komum í landsliðsverkefni í júní og segi náttúrulega bara sama í öllum viðtölum. Kannski var þetta meðvitað en það fór alltaf eiginlega Düsseldorf áhugin kom eftir þetta viðtal þannig að þetta var eftir áhyggja mjög gott viðtal sem ég fer í en þú veist, ég bara leita á það og vonandi er að sýna núna, þú veist, ég var og er miðjumaður. Ég var mikið að spila út á kanti og kom inn á kannski 20 mínútur á kantinn og það er bara alls ekki ég er miðjumaður og er svona 6-8 ég er ekki hægri kantari og mun aldrei vera. Vita ekki hvað ætti að verða. Jói kallaði Bjarni Guðjón, sko. Þannig að mér langaði bara að fara í klúbb þar sem ég myndi fá að spila mína stöðu og Düsseldorf bauð upp á það og það var bara gríðarlega gott skref. Já, sko, mér langar að spyrja þig bara hreinskilslega, sko, ef maður horfir á þetta utanfrá og sérstaklega ef maður fara að spóla aftur í tíman, hvort að þetta hafi verið ungur eins og Leifur kemur inn á áðan, þú veist, einhvers konar reynsluleysi að segja þetta að því að, þú veist, FCK eru brjálæðir, en inn í end þá kannski var bara gott á að sagði þetta, þó að þeir hafi verið ósáttir út í þig. Persónulega finnst mér þetta bara einn besta ákvörðun sem ég tekið, sko. Já. Ég sé ekki neitt eftir þessu og ég sagði ekkert slæmt í þessu viðtali. Ég sagði bara það sem að ég var að hugsa og var bara hreinskilinn. Ég var bara mjög ósáttur með spilatíman og communicationi sem ég fekk og eins og ég segi, bara þetta var mjög skemmtuleg tími í Köpen en þetta var bara eitt besta skrif sem ég tekið að fara til Düsseldorf og halda áfram að þróast sem miðjumaður. Hvað gerist þegar maður fer aftur á æfingarsvæði, fer að mæta á æfingar hjá FCK og spila leiki og þú hefði búið að droppa þessu viðtali, ertu tekin á skrifstofuna, hvernig er þetta gert? Nei, mann sko Nýstrup þjálfari þá sem er núna í Panathinaikos, hann var bara mjög næs með þetta, bara, þú veist, hann var ekkert að stressa sig á þessu og FCK ekki heldur, sko, ég held að það var stærra hérna á Íslandi, sko. Það var bara, ég fór bara á æfingu og lífið helt áfram, sko. Þeir voru ekkert að stressa sig á þessu eða neitt svoleiðis. Svo man ég spilaði leik á Íslandi á móti Breiðablik. Einmitt. Og þú veist, spilaði bara þann leik og var að byrja eitthvað leikjan til að byrja með og svo kom Düsseldorf og það var ekkert stress, sko. Ekki frá Köpen. Nei. Þannig að Var þetta skilabóð frá umboðsskrifstofunni? Nei, þetta var bara mín svona, þetta var bara in the flow of the moment, sko. Ég man ég vissi ekki eins og ég var að fara í viðtölarna með morgunin og svo bara svona hugsaði núna þarf ég að segja mína skoðun og það var bara flott. Það var mjög flott. Þú fórst að láni til Düsseldorf í janúar 2023 og nefndi það að þar hefur fengið að spila sem miðjumaður. Hvernig var kynningin sem þeir heldur fyrir þig? Það var bara að taka fyrsta árið á láni og svo var bara skýrt að þeir vildu kaupa mig strax bara í október, nóvember
og ég vildi bara vera áfram í Düsseldorf. Við vorum náttúrulega, eins og þú sagðir áðan, með vítaspyrnukefnina. Vorum með ótrúlega gott lið þarna fyrsta tímabili með Kristján Tólis og Tanaka. Tólis orðað við Arsenal í dag og held ég bara flest félög vilja fá hann, en það var bara skýrt að fara upp í Bundesliguna og vorum einu vítaspyrnu frá því og það hefur alltaf verið draumur hjá mér að spila í Bundesligunni, spila í Premier League, þannig að vera einu víti frá því, þá náttúrulega skrifa ég undir svo þeir keyptu mig svo árið seinna og það var bara skýrt að komast upp í Bundesliguna og það hefur alltaf verið draumur fyrir mig. Já, sko þjálfarinn sem var með í Düsseldorf, hann talaði í viðtalið að hann bara skildi ekki af hvernig þið gáttu fengið, við fengum hann bara, hann basically sagði það. Við fengum hann bara. Sko ég velti fyrir mér, sko ef við erum harðir, ég meina þegar þú komst fyrir 4 ára síðan þá auðvitað töluðum við að það voru öll stærstu lið í heiminum sem vildi fá þig. Var eitthvað reality check að vilja fara frá FCK og varstu kannski vonað að vera stærri bitar þarna sem vildi fá þig? Vissir að framtíðin var ekki FCK eða? Nei, sko, eins og ég segi, ég sá alltaf fyrir mér að fara í FCK og fara svo og vera seldur í Bundesliguna. Þetta var bara svona aðeins öðruvísi leið að fara í 2. Bundesliguna, fá reynslu þar og fara svo eins og í dag í Bundesligunni, þannig að það var bara aðeins öðruvísi bara dítúr og mjög góð dítúr og lærði mjög mikið að fara til Düsseldorf og bara, ránaði með það í dag. Já, heldur betur. Það reyndist að vera heldur betur 70 skák sem að Ísak Bergman var að spila þarna með hvernig staðan er núna. Skjóta einninn, sorry. Ég veit þinn þáttu, Birgir. Við velvirðingar. En og þetta er algjörlega handahófskennd spurning, en ertu að æfa eitthvað með FH núna eða? Ég er búinn að æfa bara með IA en ég æfi með FH í byrjun júlí. Já. Þannig að þú ert að halda þér í formi? Já, IA og FH. Ekki veitir hafa... Nei, þú ég ætla að spyrja munurinn á Bundesliga 2 og sko FCK eða Superlíkunni geðamunur? Sko toppliðin í Superlíkunni, þau myndu vera bestu liðin í 2. Bundesligan, FCK og Midtjylland held ég. En þetta eru svona svipaða deildir, mjög fysikal. 2. Bundesligan er ótrúlega, maður fara eiginlega engan tíma á boltanum. Í Bundesligunni fær maður miklu meiri tíma á boltanum. Okay. Það er svo taktískt. Í 2. Bundesligan átti bara að vinna þinn gæja. Það er bara maður og mann og það er bara farið fram í þessum gaur. En í Bundesligunni er þetta miklu meira, miklu meiri gæði og miklu taktískara og allt svoleiðis. En það komur alveg óvart að það er eiginlega meiri tími í Bundesligan heldur en 2. Bundesligan. Það er svo mikið kaos og svoleiðis í 2. Bundesligan. Hvernig hendaði það þér? Þetta kaos? Bara vel sko, það var mjög mikið, ég fekk mjög mikið frálsræði bara í Düsseldorf. Þjálfarinn sagði bara, farið bara út og fyndu þín svæði, reyndu bara að fá boltan eins mikið og getur. Það hendaði mig bara mjög vel sko. Þú gefur svona springur út hjá Düsseldorf eins og maður tala maður fór hans í gögnin fyrir þáttinn og hleypur mest allra. Í þýsku B-deildinni komst að fjölda marka og varst einn vinsælasti leikmaður félagsins. Sko, stærsta breytingir á Ísaki sem leikmanni frá því hann var í FCK og í Düsseldorf? Bara þroskast að spila rétt á stöðu? Já, örugglega bara svona blandaða bæði, sko. Mér fannst ég sýna svona hvernig leikmaður ég er sérstaklega síðasta haust með íslenska landsliðinu. Þar var ég að spila ótrúlega skemmtilega fótbolta með Arnari. Var að spila eiginlega bara mínu bestu stöðu, spila mikið fram á við á leikmenn eins og Albert og Hákon og ég naut mín mjög mikið síðasta haust með landsliðinu og ég held bara, spila mína stöðu og ég er búinn að þroskast líka bara, vöðvalega séð og vera meira í gymminu og svoleiðis. Þýskaland, þeir eru góðið þar. Þannig að, ég held það sko. Hvað varstu lengi að áttaði frá því metti Düsseldorf og þetta hefði verið hárrétt skref? Bara held ég, fyrsta leik sko, þegar maður var að spila fyrir framann 40.000 manns hvert sem maður fór í 2. Bundesligan. Það er náttúrulega ótrúlegt og maður áttaði sig ekki kannski á því hversu stór klúbbur Düsseldorf var fyrir maður kom þangað. Þannig að, það var bara mjög fljótt sko. Já. Tölfræðin tala sínu máli, þú hljófst eins og segir lengst alla leikmanna 386 kilometra ef að gögnin minn er ekki að ljúga, næstu 9 kilometrum meira en sá sem var í öðru sæti. Sko, er þetta eitthvað sem að fyrir ungar hlustendurinn sem er að hlusta, er þetta eitthvað sem er æfið markvisst, er þetta hugafar og keppniska frekar eða? Ég held að þessi blanda báðu eins og segir á mörgum þáttum. Ég hef alltaf,
lagt hart að mér að vera í góðu formi. Svo þarf maður náttúrulega bara að vera heill, þegar maður getur ekki náð þessu ef maður ekki heill. Þannig að passa vel upp á sig, hugsa vel líkamann, og svo náttúrulega þarf maður líka ekki verið tekinn út af. Það hjálpar. Þannig að en ég hef verið 7-9-13 verið mjög heppinn með meiðsli, ég hef aldrei verið meiddur á ferlinum og vonandi heldur það bara áfram. Já, svo langa ferli sem orðinn heldur langur og hann samt 16 ára sko. Sko það eitt bikarleikurinn gegn Unterhaching, þú kemur inn á bekknum í hálfleik og hvað gerist þegar þú kemur inn á bekknum? Þetta bara einn ótrúlegasti leikur sem ég spilað. Kem inn á skora 3 og legg upp 2. Ég bara get ekki útskýrt hvað gerðist sko. Í 6-3 sigri. Þetta mun held ég aldrei aftur gerast, en þetta var, ég fekk boltan eftir leik og skrifa á hann og hann geymdur á góðum stað, en ég held að þetta mun aldrei gerast aftur sko. Að skora 3 mörk og legg upp 2 og Þetta er ekki að týna þessum bolta? Nei, ég að passa vel. Ég ekki orri sko, ég ekki að skora mörk hægri vinstri. Nei, en eins og ég kom inn á hann, þjálfarinn sagði bara, við fengum hann bara, var eitthvað annað sem, nú getur þú sagt að þú fórst til Düsseldorf og nú til Köln, var eitthvað annað sem kom til greina því að það var augljóst þú varst að fara frá FCK? Ég man bara að var eitt morgun þannig sem að umboðsmaðurinn minn og pappi minn sagði mér frá þessu, og ég held að það hafi bara verið Düsseldorf, þetta gerði svo fljótt eftir viðtalið þarna, og mér leist bara það vel á þetta. Auðvitað var örugglega áhugi frá Svíþjóð og Danmörku og Noregi og eitthvað svoleiðis, en mér leist bara ótrúlega vel á þetta, eins og ég talaði á hann að taka þetta skref til Þýskalands. Draumurinn hefur verið að spila í Bundesligunni og fá reynslu í Zweite Bundesligan sem líka mjög erfið deild. Þannig að, já. Þá kannski spyrum við út í viðtalið núna, hvaða lið viltu að sækja þig núna? Til Köln? United? Ég er bara mjög ánægður í Köln. Þessi viðtal virka samt greinilega. Ég skrifaði til 5 ára samning á Köln og 2030? Já. Þannig að ég er bara mjög ánægður í Köln og bara halda áfram að þróa sem leikmann, og ég á það eru margir hluti sem ég get ennþá bætt, varnarleikur og svoleiðis, þannig að það bestasta. Já, við grínumst með að sért ungur, þú sprakstu þetta snemma fram að sjónarsviði, en við erum að horfa á líka að leikmenn Ronaldo og Messi 42 ára þetta, hefur geta að spila endalaust, það kemur ekkert óvart ef að þú myndir fylgja í þeirra fótspor, það virkar allavega þannig á mann sem bara, ef maður fer að sletta model professional, og þú talar um það að til þess að vera heill þá þarf maður að hugsa vel um sig og annað. Ísak, mér langar að spyrja þig sko, bara aðeins út í mataræði og rútínu, hvernig venjulegu dagur hjá þér út í Köln? Það bara að vakna og ég tek eiginlega alltaf vítamín, mjög mörg vítamín, herbyggisfélagi minn. Rauðrófusaðinn? Já, rauðrófu töflu líka, og herbyggisfélagi minn Hákon Haraldsson, hann ofta að grilla mig við það að ég sé að taka allt og mörg vítamín í landslýsverkefnum og að passa og vel upp á mig, ég veit ekki hvort að það sé hægt. Það er áhugaverð kenning. Svo tek vítamín og fæ mér bara vatn og electrolytes. Þeir svo bara upp á æfingasvæði og fæ bara þetta klassíska upp á æfingasvæði að borða, þú veist, morgunmat, egg og brauð og avokado og eitthvað svona, svo bara æfing, og svo í Þýskalandi bara eiginlega alltaf gym eftir æfingu og maður bara sinnir því vel. Í Köpen var aðeins minna gym. Þjóðverinn vill hafa sína rútínu, vill gera þetta vel. Dagarnir líka vikunar, dagarnir í vikunni eiginlega bara alltaf alveg eins, þú veist, matsteg -4 er alltaf alveg eins, þá upper body, svo -3 er alltaf lappir, þannig að þeir vilja halda schedule. -4, er það 4 dagar leik? 4 dagar leik, já. Og svo bara þegar maður kemur heim þá þarf maður, þú veist, fótboltamaður er 24/7, þú veist, að hugsa sjálfan sig. Þó þú setur sumafríi núna, þá ert ekki, þú þarft að halda, þú getur ekki mætt spik feitu tilbaka. Nei, svo er það, en maður tekur kannski svona, þú veist, 2 vikur í bara alveg að, þú veist, hugsa ekki fótbolta og borða það sem maður vill og allt svoleiðis, en svo, þú veist, fljótlega fer maður að hugsa að mæta ekki spikfeitu tilbaka. Þannig að og að hlaupa og halda sér í standi með landsliðinu. Og já, eins og ég segi, leikmaður sem að spila reglulega í Bundesligunni þarf bara að hugsa vel um sig bara 24/7, ekki bara upp á æfingasvæði og mataræði og svefn og allt þetta sko. Er það blue light gleraugun áður en fyrir svo í háttinn klukkan 8 bara? Ég er ekki komin á þann vagn, en ég þarf að pröfa það sko, mér langar ógeðslega að pröfa, en þetta er bara, þú veist, fara að sofa á sama tíma, vakna á sama tíma,
magnesium glycinate fyrir svefn. Já, Þannig að þetta er bara rútína að finna rútínin sem virka fyrir sjálfa sig. já. Vítamín kall, ég fíla það. Já. Rosalegur. Við ætlum að færa okkur í... Nú ætlar að brjóta hann. Já, við erum búin að byggja hann upp. Nú er það Bochum harmleikurinn. Þetta er kappal. Já. Birgir, við erum í stíl í dag. Já. Og þú, Og ég er í sóun. til að toppa það allt saman, ertu með sóan hettupeysunni yfir, sko. Já. Kappal auðvitað í Smáralind og Kringlunni og Fleiri stöðum. ég verð að segja það fyrir mitt leiti, fyrir mína parta, þegar ég kom að það, fekk að velja með nokkur flíkur, Já, já. skellaði með öllum á borðið. Trúir ekki verið með Þetta það. verður reikningur. Nei. Strimvillin, það var alla slefa í nokkra sentimetra þarna, þetta var ekki neitt. Svo þetta krónan í Lindum búin að opna. Þinn heima öllu, Birgir. Flott. Já, fór í Tóki og Sushi þannig í gær. Já. Sælar. Er þið mikið að vinna með skanna og skunda þarna í Þýskalandi eða? Hvað er það? Nákvæmlega. Já. Þú veist, þá getur þú skanna vöruna bara hverja fyrir sig og svo bara lappar út með pókan, sko. Þarftu ekki að fara á kassan eins og trúður, Ég held að Ísland séu komin framar Þýskalandi. Já. Já. Krónan er komið fram. Krón. Látum okkur sjá, sko, á lánstímabilinu komst Düsseldorf allarleið í úrslitakeppni spilsins sem sæti í Bundesligunni fjall þá nefnilega út gegn Bochum í vítaspyrnukeppni. Sko, þrátt fyrir það ákvað félagi að festa kaupaði varanlega fyrir 2 milljónir evra þegar tímabilinu lauk. Fyrir leikurinn sko, það var útivöllur gegn Bochum Já. og 3-0 sigur. 3-0 sigur, já. Ég ætla bara að leyfa þér að taka við hérna. Ef við byrjum bara á útileiknum. Já, það var enginn að búast við að við myndum vinna 3-0 á útivelli. Voru þið favorites fyrir einvíð? Þetta bara 50-50? Það er eiginlega sko alltaf Bundesliga-liði sem vinnur þetta einvíð. Ok. Gerðist þetta ekki núna Paderborn unni Wolfsburg. En að vinna 3-0 á útivelli, það var eiginlega bara smá sjokk og við bara vissum ekki, eða greinilega kunnum ekki að höndla það og svo náttúrulega þessi seinni leikur að tapa 3-0 á heimavelli er náttúrulega bara ótrúlegt og já, situr og mun sitja kannski í manni mjög lengi en það var bara, já, þetta var ótrúlegt dæmi, sko. Já, einmitt, já, takk fyrir að situr þessi leikur ennþá í þér. Já, hann situr í þér. Sko, þú kemur inn á bekknum og skorar á þinni vítaspyrnu. Skrifaður að þetta myndi vera sárt út ævina. Hvað er maður lengi að losa sig við svona tilfinningar? Við vorum með svo gott lið þetta ár. Já. Og þú veist, ef þetta lið hefði farið upp þá hefði við gert bara mjög góða hluti í Bundesligunni, sko. Líka ef að hefði hvar þú varir í dag, sko. Já, og svo sér maður hvar Düsseldorf er í dag, fallin er núna í sétild. Þetta kannski var ekki klúbburinn klár að fara upp, kannski var þetta bara eitthvað meant to be. En já, því ég tók þetta víti, ég hef bara aldrei verið að stressaður bara í lífinu að taka þetta víti. Því að fyrst í gæðin klúra, ég var númer 2. Já. Bestu vinir mér voru upp í stúku, pabbi var líka upp í stúku. Þetta var, já, andrúmslofti líka eftirleik, það var bara eins og að var jarðaför, það bara saði engin neitt í svona 2 tíma. Stuðningsmenn gátu ekkert farið, það var svo mikið security. Þannig að þetta var, já, þetta var ótrúlegur dagur og já, mun sitja í manni. Þegar Birkir spyrir hvað er maður lengi að jafna sig á svona líka því að hvað ertu búin að lenda oft í óþolandi fréttamönnum eins og okkur sem að spurjaði út í þú verður aftur og aftur, miljón sinnum. Já, það er bara partur af þessu, ég meina þetta var já, ótrúlega leikur og þú veist, þetta gerist ekki oft sem maður fer á útivöll og vinnur 3-0 sem 2. Bundesliga-lið og klúðraði, en við vorum einni vítaspyrnu frá því og já. Heldur þið kannski að það er bara formsatrið eftir fyrirleikinu? Ég var alveg pælt í því, sko. Já. Ég var samt á bekknum í báðum þessum leikjum, þannig að þú veist, maður gæti ekki haft nógu mikla áhrif. En þjálfarinn hann sagði þess að tímabil eftir að hann sá eftir því og hann tók mig aldrei aftur úr liðinu. Hann lærði á því. Þannig að nei, þetta var alveg skellur. Það er bara Skulum halda áfram að tala um þetta. Nei. Þrátt fyrir þetta tap þá ákveður Düsseldorf að festa kaupaði varanlega frá FCK þetta sumar fyrir 2 milljónir evra. Þarna ertu 21 árs og komin með 27 A-landsleiki. Meiri margir náðið við ferilinn, sko. Ég spurði áðan hvort það verið fleiri lið. Varstu alveg samfærum að halda áfram þarna og taka annað sísón í Bundesliga 2 eða langaði að skoða hvað annað? Eða farið í FCK eða önnur lið? Já, mér leið bara það vel. Þeir gáðu mig traustið. Þeir leiðu mér að blómstra á að spila mína stöðu og þá bara sá ég ekkert annað í stöðunni. Ég trúi að við gátum fara upp þá seinna ári en það var aðeins
strefnara tímabil hjá liðinu sjálfu. Við mistum marga góða leikmenn eins og Tsolis og Tanaka og fleiri. Þannig að já, ég tók bara seinna tímabili og það var líka bara mjög góð ákvörðun. Já, heldur betur. Eins og þú segir, eftir kaupin þá varstu fastamaður, spilar alla leiki, spilar alla mínútur, komst að mörkum og laðir upp. Sko, ef við tökum bara, ég spurði aðeins að þessu áðan, en þarna fannst þér bara að þetta er bara mitt heimili og þú fattaðir alveg hvernig stígin upp á þau myndir liggja eða þú myndir eiga eitt heilt gott síðan í þýsku búndisleikunni 2. Já, en svo fljótlega breytist það, þetta var ekki lengur mitt heimili árið seinna. Einmitt. En þér leið kannski þannig þegar þú mætt? Já, algjörlega. Mér leið mjög vel í Düsseldorf og borgin er gríðarlega skemmtileg og kærastan leið líka mjög vel og með góða vinkonur í Düsseldorf líka. Þannig að mér leið gríðarlega vel í Düsseldorf og ákvörðun að fara var erfið sko, hún var mjög erfið. Í hvaða stöðu er Ísak Bergmann bestur í dag? Svona, þú veist, ég veit, tala 6 og 8, hvað er þetta best? Ef þú verið þinn eigin þjálfari, hvernig myndir þú stilla þér upp? Double pivot og ég má fara aðeins framar. Má vera partur á build-upinu. Basically það sem að Arnar spila mér í landsliðinu. Já, já. Þannig að ég elska Arnar. Já. Double pivot. Já. Hvað er það? Hvað er double pivot? Það er ekki eitthvað orð sem Arnar kom með, hann er búin að setja í hausinu á okkur. Það er sem þetta bara 2 sexur og 1 sexan má fara aðeins ofar og hinn situr. Já, þannig myndi ég útskýra þetta. Góð spurning, Leifur. Sko, ef við förum með gögnin, annar heila tímabilið, 32 leikir, 11 mörk og 6 stóðsendingar. Alltaf í byrjanliðinu, lykilmaður og leiðtogi í klefanum. Hvenær ferðu úr því að vera þarna í Düsseldorf í að vera ungu leikmaður í að sanna því að vera bara einn af þeim sem að bara lykilmaður í liðinu? Hvenær ákastu bara að segja herru Düsseldorf, geð mér lyklana? Ég er náttúrulega stjórnaði því ég get. Nei, bara með frammistöðunni? Já, og þjálfarinn hann hafði gríðarlega mikla trú á mér og svo er ég komið með slatta af leikjum undir belti. Ég kom með mikið af mínútum og já, þjálfarinn gaf mér mikið traust og eins og segir, bara með góða frammistöðum og sína þenn á vellinum, láta verkin tala og já, það er bara já, mjög gott. Sko, sumar 2025 ákveða erkióvinur Düsseldorf það er að segja Köln að virkja riftunar ákveða upp á 5,5 milljónir evra. Viðbröð stuðningsmanna Düsseldorf, þau voru blendin. Já, eiginlega ekki blendin, bara eitt sko. Það voru ekki sáttir. Sko, þetta er náttúrulega milli tveggja liðar sem eru með mikið rík og stutt á milli og annað. Sko, þú skrifar opið bréf til stuðningsmanna Düsseldorf þar sem þú sagðir, ég veit að það er ekkert sem ég get sagt til þess að láta ykkur líða betur og þú skildir þeirra vel. Ég ætla bara að spyrja þér hreint út, hvernig gastu gert þeim þetta? Ég er náttúrulega bara einhver strákur frá Íslandi sem er að reyna að ná sem lengst á mínu ferli. Ég skil 100% þeirra reiði og hefur með að vera mjög reiði út í mig en ég er bara einhver lítill strákur sem að draumum að spila í Bundesligunni sko. Og ég skil fullkomlega að ég hafi verið svona emotional í Düsseldorf en mér leið bara það vel eins og þið sögðu áðan. Mér leið bara það vel í Düsseldorf og ég gat ekki séð í framtíðina hvaða lið var að fara að koma og eins og þú segja, það var riftunar ákvæði og Köln komu bara og herðu, við ætlum að kaupa þið og ég þurfti bara að taka ákvörðun og þú veist, Köln er eins og sést í dag miklu stærri klúbbur, sögufrægari klúbbur er oftast í Bundesligunni þannig að þetta var bara skref sem var alveg erfitt að taka út að mér leið það vel í Düsseldorf en ég er mjög ánægður í Köln líka í dag. Já, auðvita. Hvað, þú veist, nei, ég er prinsip maður, ég fer ekki. Ég er Düsseldorf maður. Ég er bara einhver strákur frá Skaganum og Skaginn er mitt lið en þú veist, auðvitað leið mér vel í Düsseldorf en maður þarf bara að hugsa hvað er bestur í sjálfan sig og sína fjölskyldu þannig að ég tók bara þess ákvörðun. Já, sko, að því ég sagði að það hefði verið blendið viðbröð, það var ekki alveg rétt hjá mér og alls ekki rétt hjá þér. Sko, þú veist, þú ert 22 ára þarna og sko, eitt stuðningsmaður á netinu á bent kveikjara treyjunni og þú veist kallaði málarliði og Júdas á netinu, þú veist, fékk þetta á þig? Nei, ekki þegar, þú veist, það má senda mér hvað sem er sko, mér er alveg saman það en þegar það fór að senda á fjölskylduna mína og kæristuna mína þá, þú veist, þá var þetta komið aðeins yfir strikið en þú veist, þetta er bara
Þýskalandir eru mjög, eða stuðningsmenn eru mjög emotional í Þýskalandi en eins og ég segi, þetta mér er alveg saman með að senda hvað sem er á mig sko, það trufla mig ekkert en þegar ég sendir á litla bróður minn og kærustunum mína þá er þetta orðið svolítið mikið. Og það var líklega ekkert eitthvað sælir, hvernig ertu? Nei, það voru nokkur ljóta orð og óskaðum meðsli og fleira. Já, ekki gott. Peiti, draumur einirkjans allra bókara og þeirra sem er að sjá fjármál fyrir sín fyrirtæki. Já, rúmlega það. Já, lítur meðastfóra sjálfsögur líka og auðvitað þessi stóri. Sko, þú þarft ekki lengur að fara í Excel. Nei. Þú getur bara, þetta er bara... Þeir eru búin að breyta líkaninu sínu í Excel-skjal. Já, þetta Þessi gaurar eru snillingar. Já, og þjónustustig er svo hátt að ég þarf alltaf að klípa mig. Ef maður er inn á Peiti síðunni, hvernig gerir þetta? Þeir eru ferð í snjallborðið eða þjónustuborðið en hvað sem er netspjallið í hótninu. Þeir eru bara búin að svara á augabræði. Já, þetta er ótrúlega þjónustu. Peiti. Giggo, fyrir þá sem er að fara að halda veislu. Eða er alltaf að fagna ástinni eða... Já, hvað sem það er, útskrift, ferming, nefndu það bara. Talandi um one stop shop, maður. Já, vantar þig einhver til þess að þeyta skífum, einhver til þess að bera mat í gestina, taka til eftir á, taka til fyrir, bara sorpuferð, nefndu það bara. Giggo fyrir öll tilefni. Elko. Elko var að þessa vikuna er DJ Osmo Mobile 8P. Já, það er græja og tryggir auðvitað betri myndatökur en þú veist, þeir eru auðvitað með bara hafsjó af flottum græjum og... Já, ég sá þeir eru komið eitthvað Rixu-róbóta sem eru notaðar af gervigreind sem að bara skannar svæðið og getur sé hvað, þetta er náttúrulega bara, já, þeir eru... Ég er með Rixu-róbóta frá Elko heima hjá mér og hann er auðvitað, já, eins og framlenging af Elko með allt sitt upp á 10. Já, og svo er þetta líka ábyrgð og allt það, sko. Já. Þú veitir algjörlega slökk á samfélagsmiðlunum vegna viðbragðana. Hvað var Stormur lengi að fljúga yfir? Þetta er ennþá, sko. Það kemur alveg eins og, Hver er bara einar að setja? Ég ætla aftur að fara að pönka sig Ísaki. Þú veist, það kemur alveg einn Júdas inn á milli, sko. Þannig að þetta er ekki ennþá... Já, þetta er ekki ennþá búið. Nei, en eins og þú segir bara, þú veist, auðvitað tekur þessa ákvörn, ok, á ég að fara að spila í betra liði, í betri deild, fá betri laun, nei, ég prinsum það er alveg döðsöld. Þannig að já, ef þið hefur umbóðsmenni, þið hefur líka ráðum þeirra að fara. 1000%, sko. Meira segja bara... Ég hef ekki skrifað, hvað hefur verið? Bara farið. Já, ég meina, sko, fyrir enga peninga, ef ég var í uppalningáður sem ég er og svo kemur Valur bankandi og þú veist, byggði mér tvöföld laun, ég myndi bara fara, sko, ég myndi ekki hugsa mér til þess sko. Svo er það. Leifur að skrifa, ég veit að það er ekkert ekki sagt sem að... Allir miður sínu vestu bennum, já, nei. Þeir hefur tekið fegnir hendi. Köln er nýliði í efstu deild þetta tímabilið og Ísak endar með, þetta eru 33 leikir af 4. 2 mörk og 3 stóðsendingar, það sem að Köln endar í 14. sæti. Talaður það að spila í Bundesligunni væri draumur og að spila í topp 5 deild í Evrópu væri annar draum sem að þú væri núna að upplifa. Hefur hann staðið undir væntingum til þessa? Já, algjörlega. Þetta er búið að vera ótrúlega gaman að spila á Dortmund vellinum og Bayern vellinum og já, Köln-stuðningsmenn eru alveg geggjaðir og bara núna er ég ótrúlega spenntur fyrir seinna tímabilinu, núna númer 2. Þú veist, fyrsta tímabil er alltaf aðlagast og halda sér uppi. Já, það var markmið númer 1, 2 og 3 að halda sér uppi í á fyrsta tímabili og núna við erum með gott lið og getum alveg byggt ofan á þetta. Vonandi verðum við, þú veist, miðja deild eitthvað svoleiðis og þeir voru í Evrópudeildinni fyrir 4-5 árum síðan, þannig að ég held að það sé markmiðið hjá Köln, klárlega að komast aftur í Evrópu, sko. Já, þú veist, Signali, Dúna Park og þetta, er þetta bara þvernýpi? Hvernig er að vera inn á vellinum og horfa upp á það? Þetta er rosalegt, sko, þetta er það er svo margir hausar hann að bakvið þegar hjá The Yellow Wall. Já. Og mér varst líka Bayern völlurinn, mér varst það mjög flottur, en Signali, Dúna Park er rosalegur, sko. Hefur komið það? Nei, ekki, ég bara Allianz, sko. Ekki Signali, Dúna langar það samt, sko. Þú kíkir næst tímabili, þið kíkir. Já, við erum að skoða það. Já, við erum að skoða það. Birkir, þú ætlar að vera í einhverju glerbúri þarna. Já, ég spurði hvort að VIP var gott að vera og það er gott. VIP-kall. Já, VIP-kall. Sko, endi tímabili eins og við sögum í 14. sæti með 32 stig eftir 34 leiki. Er ekki bara solid að halda sér uppi sem nýliðar?
Jú, bara mjög solid. Við endum í 14. sæti. Hamburg fóru upp með okkur líka og voru bara svipum stað. Þetta var markmið nummer 1 og 3. Það er erfitt að halda sér uppi þegar maður sér líka í Premier League. Það er mörglið sem fara bara beint niður. Þannig að þetta var bara markmið nummer 1 og 3 og núna bara byggja ofan á það sko. Já, eru þið að blása ykkur herlúra? Er þetta svipa lið núna í ár eða hvað heldur þau? Það er eitt leikmaður sem geti verið seldur á mjög mikinn pening. Hann heitir Said El Mala, Brentford buði hann 50 milljónir daginn, en hann held ég neitaði því sjálfur. Þannig að ég held að Köln sé svolítið að reikna með því að hann verið seldur og svo vonandi keypt betri leikmenn eða margar leikmenn. En einhver aðri leikmenn sem að hlustendur eða skrifa niður hjá sig sem var að góður í framtíðinni? En betri? Það er eitt sem heitir Kaminski sem er mjög góður en ég myndi fylgjast bara mest með þessum El Mala sko. Ég held að Chelsea var líka skoðan, Liverpool, hann verður mjög góður og er mjög góður. Þannig að mögulega sagði nei við Brentford þegar hann kannski bara vonast eftir ykkur enn starra eða? Já, ég held það sko. Já. Ég held það, en það er rosalegt 50 milljónir frá Brentford sko, það er ekki oft sem þeir gera það. Nei. Og þeir eru mjög datadrifin sko, þannig að það er kannilega fýll leikmaður. Já, þeir hitt alveg stundum. Já, þeir er alveg hitt sko. Markaðsvirðið þitt náði hæst 10 milljónum evra í október fyrra og er núna 8 milljónir. Er þetta eitthvað sem að þú gægist í? Gluggar einhvern veginn í þessu góð? Er það bara fjölmiðlamenn sem skoða þetta? Þetta er svo mikið í Þýskalandi á Transfermarkt. Er þetta ekki á Transfermarkt? Þeir posta þessu svo oft og tagga mann í þetta, þannig að maður sér þetta alveg. Bara að takka því að vera lækkaði í verðið? Nei, sem sagt, þegar ég hækkaði upp í 10 þá var fór ég eitthvað til listaðan og eitthvað, en nei, ekki þegar maður lækkar. En ég skoði þetta alveg og þetta er alveg gaman að sjá. Já. Þú lítur að vera ósámálega þessari tölu, þú ert miklu herri. Nei, ég er bara flott sko. Sko, við töluðum aðeins stuðningsmennina og þessa velli, en svo er hitt náttúrulega sko að spila á móti bestu leikmönnum heims bara Olise og félögum. Harry Kane nákvæmlega. Þú veist, pælir eitthvað í því? Eða er þetta bara annar dagur á skrifstofunni af þér? Nei, maður pælir alveg í því sko, og sérstaklega þegar Kane er að setja 3 í grillið á manni þá er maður svolítið Já, hann er alveg góður. Já, hann er alveg góður sko. Og Lise er líka bara þvæla eins og maður sér að HM. En Bayern, þú veist, þeir hefðu öðvöldlega getað komist í úrslitaleikin. Er Kompany að kukka eitthvað? Hann er cooking sko. Skoruður ekki flest mörk í 7 Bundesligunum? Já, getur verið. Ég held það sko. Já. Og hann er að kukka sko. Þeir eru með 86 í marka mismun. Já, sælar. Já, Ég heldur bætti ykkur með bara í topp 5 deildunum að skora mörk og eitthvað, þannig að Þú veist, þú þarf kannski ekki að vera ykkur snillíku til að vinna deildina með Bayern. Nei. En hann er greinilega að gera eitthvað meira en það. Já, ég held að næsta tímabili er pressasett á að ná Seattle. Já. Og það er kannski annað, þú veist með Bayern, Dortmund, RB Leipzig og þú veist kannski Leverkusen þá þeir ekki alveg verið við toppin í ár. Styrkleika munurinn milli efstu og neðstu liðanna, er það mikill? Já, það er svolítið mikið sko, náttúrulega bara peningar og svoleiðis, þeir geta keypt þessi lið sem þú taldir upp geta keypt bestu leikmenn í Evrópu, en það er mjög mikill munur og sérstaklega á Bayern og Dortmund, þau eru í öðrum klassa sko, og já. Var ekkert erfitt fyrir þig að fara úr Düsseldorf sem var þá allavega við toppin alltaf í þýsku Bundesligu B og fara í alvöru hark í að bara hvert stig er mjög mikilvægt í Bundesligunni? Þetta er einmitt sem að ég þurfti að aðlagast mjög mikið að og Saman búin að skora helling í B-deildinni Já, og þú veist, ég hef alltaf verið í liðum sem er mikið með boltan. Í Svíþjóð og í Norrköping voru við topp 5 lið, í Köpen voru alltaf með boltan, í Düsseldorf voru við topp 5 lið. Þannig að þetta tók mig alveg smá tíma að aðlagast að þessu og ég þarf líka að bæta stundum varnarleiki minn og það er líka gott tækifæri til að gera það í Köln. Við erum ekki alltaf með boltan og upp á landsliði líka að gera, þú veist, að bæta varnarleikin. Þannig að þetta var svolítið, ég þurfti alveg stundum, þú veist, ég vil alltaf fá boltan en stundum þarf maður kannski bara að play it smá safe. Já. Og og vinna leikinn kannski bara 1-0 í staðin fyrir að vera í einhverjum blúsandi sóknarbolta. Já. Og náttúrulega markmið var að halda sér uppi. Já. Sorry, ég ætla aðeins að taka FCK, þeir lenti miklu vesinni þetta tíðanbil. Það er bara að spyrja, hvað heldur að sé að því FCK núna samanborið við þeir voru að vinna allt þegar þeir voru þannig?
Það var bara skýrt, þú veist, það var sporting director og Jakob Nystrup PC sem var hann sporting director og hérna Jakob Nystrup, þeir voru mjög nánir og voru mikið að vinna saman. Núna búið að vera svolítið flakk á þjálfurum og sporting directorum og ekki alveg svona saman, eða veit ekki alveg hvert að klúbburinn vill fara en ég held að sé komin núna, þeir voru að ráða nýjan sporting director frá Tottenham held ég og það er komin Bo Svensson í þjálfari en ég held að næsta tíðinbilið þá vinna þær deildina. Held það sko. Sko, við hældum þetta áfram í Þýskalandi en Íslandssögur, þeir eru nú aðeins alltaf, eða ekkert aðeins, þeir eru bara alltaf að spá í fjárfestingum. Heldur betur. Og sko, fyrir þeirra hönd langar mig að spyrja því, Ísak, ertu mikið í íslensku bréfun? Eða er þetta þýsku bréfin? Eða? Ég er bara ekkert í bréfunum. Það er skynsamlegt þar. Ég já, er að fjárfesta í öðru. Já, það er annað. Já. En fyrir þá sem eru eitthvað í bréfunum, þá eru Íslandssjóðir elsta sjóðstýringarfyrirtæki á Íslandi. Já, þeir einu í þessu. Já, hrikalega flottir og þetta sko reglubundni sparnaðar, ég fæ ekki nóg að ég minnast á það að þú ert ekki að borga nein færslugjöld. Nei, það er bara með þetta í mánaðarlegri áskrift. Þetta er frábær leið til þess að byggja upp sparnað með Íslandssjóðum og Orka náttúrunnar. Sko það þarf enginn að vera með hleðslukvíða. Þeir eru búin að eyðileggja hann. Já, sem er gott sko. Sem eru þetta frábæra fréttir og en stöðu vikunar Ég að segja Perlan. Já, mér líst bara mjög vel á. En sko við ætlum aðeins að ræða lífið í Þýskalandi við þig, Ísak. Og framtíðina. Þú ert komið með bíl og hús í Köln, ert að læra þýsku og ert með konu með þarna úti. Kannski byrjum á því. Sprichst du Deutsch im Laden, oder? Ja, und du? Sprichst du Deutsch? Ja, also nur wenn ich in Deutschland bin, aber... Ja, gut. Ich werde halt sagen, mir langar aðeins að sjá hvað hann er með hérna. Was hast du heute gemacht? Ich habe ein Training mit Akranes gemacht, bisschen Fußball und dann, ja, mein Papa spielt heute gegen IBV und ja, hoffentlich ein guter Sieg. Sigur, maður. Jú, geðveikur. Þetta var bara 10. Já, þannig að þú ert alveg í þýskunni þarna. Já, og hérna alltaf þeir leggja mikið upp að vera í tímum 2 í viku og Düsseldorf líka með og ég held meira þess að stjórnunar og Lise og Kane þurfa líka, það er bara regla í Þýskalandi. Í alveg? Þó sem Harry Kane? Já, maður þurfa að læra þýskuna og mér finnst það bara geggjað sko. Já, sammála. Bara haldið að maður vera Harry Kane, bara, herru, skilur þessi gögn hérna? Það er þýska mín sko. Ég sá okkur vídeo á YouTube, þá var að vera að kenna hann einhverja þýsku þarna, Kane og man ekki hver á með hann. Hvort er betra að búa í Danmörku eða Þýskalandi og svo Düsseldorf eða Köln? Mér finnst Düsseldorf mjög góð borg. Köln er risastór og er held í 4. stærsta borgin í Þýskalandi. Mér líður mjög vel þar en ef ég ætti að velja þá væri það Köpen. Köpen er geðveik. Já, hún er helviti góð. Fyrir Íslendinga þá er hún bara geðveik sko. Hún er svo lík, það er svo margt líkt og hér en samt þú veist, er hún another level. Þannig að... Sorry, ég er að fara út allt þetta, það er svo kursus þetta, en finnst þér ekki smá leiðir eitthvað endalóki í voru í FCK? Af því að þetta var búið að build upið það svo geðvegt. Já, þú veist, pæla ekkert í allt sem ég langaði að gera, spila í meistaradeildinni, vinna titla, spila náttúrulega með besta vinum mínum og öðrum Íslendingum, þannig að no hard feelings. Mér persónulega fannst þetta ekkert, þú veist, leiðilega endalók. Mér finnst þetta bara mjög skemmtilegu tími og mjög þakkláttur fyrir tíma sem ég fekk í FCK, náttúrulega risa klúbbur og mig geggjað stuðningsmenn, þannig að ég var bara mjög ánægður með tíma minn þar sko. Já. Köln er alveg, sko, hún er svona proper austantjaldsborg, þú ert alveg með alvöru blokkir hann, sko, risa múrsteins og kirkjan geggjuð. Já, hún er geðveik líka. Hún er já, Köln er mjög næs og allt snýst fótbolta í Köln og eins og við tölum á hann með Final Four, þá er það alltaf þar líka. Það var enginn að pæli því samt, sko. Nei. Ég var bara, menn voru bara í fótbolta. Já. Það er enginn að pæli í handbolta, það gíst að vinna það, sko. Í janúar næsta ári, í Ískalandi. Há mættu við. Klárt mál. Podolski, er hann kóngurinn þarna? Ertu búin að smaka kebabið hans? Ég er ekki búin að smaka það, en hann er kóngurinn samt. Þannig í Köln. Hann ég held að 10 var tekinn frá fyrir hann. Það má ekki vera númer 10 fyrir út af Podolski. Og hann er í guðatölu annars, sko. Það er nokkuð ljóst.
samningur til 2030 sko þetta er þetta ósængjöld spurning Kristallskúlan já, ég meina, sko Birgir koma aðeins inn á þetta áðan en þú veist, hvernig sérðu næstu árum fyrir þér, metnaðurinn að festa í sessi þar eða er einhver hlutaðir sem að horfir kannski, eins og nefndi Prem, auðvitað hlýtur að vera draumur hvers atvinnumanns? Já, sko, mér finnst Bundesligan og spænska deildin og þessar deildir fyrir neðan Prem náttúrulega draumar að spila í þeim en Prem er svona, þú veist, fyrir ungan leikmann að spila í er bara draumur en eins og ég segi, ég er mjög ánægður í Þýskalandi og hérna Bundesligan er líka og var draumur og er ennþá draumur þannig að en ég held að Premier League sé stærsta deildin í dag Ég spurði þessu áðan en sko eins og segi, 11 mörk og 6 stórsendingar og svo fer í Köln þar sem að þeir að berast fyrir hver einasta stíi þú þurftir að fara í þurftir að spila miklu aftur á vellinum í Köln varstu bara free flowing í Düsseldorf eða? Já, ég var aðeins og var í Düsseldorf en ég meina eins og upp á landsliði að gera þá er ég að spila sömu stöðu í Köln og ég gerir í landsliðinu Já. og mér persónulega finnst ég bestur eins og ég sagði í 6-unni eða 8-unni þar sem ég get spilað mína bolta fram á við og verið positív, snúa fram á við og hérna reyna að finna þessa gæði eins og Hákon og Albert í hólunum þannig að ég er mjög ánægður í þeirri stöðu sem ég er í dag sko. Er ekki eina leiðil til þessu stöður að það er heldur erfitt að horfa á mörk og stóðsendingar? Jú, það er, þú veist það er erfitt sko, en það er hægt að horfa á annað progressive passes eða úr djúpur í því Förum vel yfir það en hérna, jú, það er náttúrulega og líka bara Köln er hérna eins og við komum upp og þá er erfitt að ná í tölur í liði sem er minna með boltan kannski og svoleiðis en Düsseldorf árum er mikið með boltan og ég var framalega þannig að Þetta er áhugavert sem hún nefnir að þú sést að spila sömu stöðu með landslið og félagsliði að því að það var nú einhverjir gagnrýnt Arnar Gunnlaugs fyrir að vera að spila kannski full framsýnan bolta með íslenska landsliði ætla bara hjóli í Argentínu og allar byssur rjúkandi en sko þú veist, að að, og svo náttúrulega alltaf verið að bera saman við gullkynslóðina en það sem er kannski áhugavert líka í þessu samhengi er það að ef við skoðum gullkynslóðina, Gylfa, Jó Berg, Gæja þeir voru í svipu hlutverki með félagsliðinu að liggja tilbaka, ekki mikið með boltan og menn ef við horfum á ykkar hóp í dag, þá eru margir hverjir bara mikið með boltan og staðan í félagsliðinu er kannski svipu í landsliðinu. Heldur að það skipti máli að þú hefur lítið tíma til að drilla hana? Þetta er góð spurning sko. Ég held bara að þetta sé breytti tímar, ég held að þetta sé við erum með allt öðruvísi leikmenn innanborðs í dag ég meina eins og Aron Einar, þú veist það kemur ekki annar Aron Einar sko. Ólíklegt. Það er mjög ólíklegt við spilum mjög góðan bolta með Arnari finnst mér og sýndum að síðasta haust ég meina að gerum jafntefli við Frakkland en við þurfum samt að læra af gullkynslóðinni hvernig þeir lokuðu leikjum, hvernig þeir díluðu við að vera í lóvörð kannski í 70 mínútur af 90 mínútur leik við þurfum alveg að gera það ef við viljum fara upp á næsta level sko. En við erum mjög góðir að pressa með Arnari, við erum mjög góðir með boltan með Arnari en við þurfum að taka næsta skref að vera betri að loka leikjum, við erum eins og á móti Kanada, þú veist, þeir eru á HM við getum búið okkur saman við það, við erum 2-0 yfir en missum að niður í 2-2 þannig að þetta eru svona litli hlutir sem að við ætlum að taka til að taka næsta skref og fara á EM í Englandi 28 Sko, þurfum auðvitað já, eins og segir, að bæta okkur á einhverjum sviðum og þurfum að þétta vörnina þú talar um að það var ekki kantmaður, ertu bakur? Áspilaði þar. Það var held ég svona besti leikur sem ég tekið því að ef ég hefði verið góður þá hefði Arnar bara hugsað herðu, hann er bara í vinstri bakvörði en hérna hann var að það var fyrsti glugginn hans og hann var að pröfa hver geti spila hvar og nei, ég er ekki bakvörður maður var á vellinu þar, þetta var nú einn sorgarsaga ekki Ísak, þetta er landslið jú, þetta var líka bara sorgarsaga að vera í vinstri bakvörður en þetta var viljandi gert hjá Ísaki ég var bara að segja ég er ekki bakvörður ég er ekki bakvörður Þú ert alveg líkil maður og leiðtói landsliðinu undir Arnari Gunnlaugssyni sem tók við fyrir 18 mánuðum síðan og Arnar Gunnlaugs hefur nú talað um það að stækka og breykka íslenska landsliðshópinn og þú sjálfur hefur sagt að þú heldur að fólk átti sig ekki alveg á því að þú sért bara 23 ára og kemur svona ungur inn í landsliðið og það sem leit út eins og læðið þinn í spilamennsku var bara hluti af vegferðinni
ef við horfum bara á landsliðstíman heilt yfir so far, hvernig myndur þú lýsa hún? Ég myndi lýsa honum bara núna með Arnari að ég svona náði loksins að sína mitt rétta andlit síðasta haust fannst mér bara að spila minn bara besta bolta á ferlinum með Köln líka hausti leið mér bara mjög vel og Arnar bara frá fyrsta fundi þetta var bara mér leið ótrúlega vel þegar hann kom inn í þetta maður fekk svona smá gæsa á fyrstu fundunum hann alvöru fótboltaþjálfari og hugsuður og bara geggjaði þjálfari fer í detaila og að hjálpa okkur gríðarlega mikið með hann setur upp leiki ótrúlega vel eins og úti á móti Frakklandi það var mjög vel settur upp leikur og Arnar bara topp þjálfari það bara, þó að hann hafi bara verið á Íslandi með Víking þá hann bara elít þjálfari og mjög þakkláttur það sem hann hefur gert fyrir minn landsliðsferil var náttúrulega minna spilendur og svo Arnar Þór þá var ég líka bara komin inn í þetta en já, bara mjög ánægður að vera með Arnari núna það rétt að hann sé með manifesto eða bara bók og hann hefði skellt hérna á borðið hjá ykkur bara þegar hann mætti og ertu búin að lesa hana ef svo Þetta ekki bók sko en þetta margar glærur þetta margar klippur og þetta eru mjög langir fundir eða gátu verið mjög langir fundir en við lærum bara á honum og erum að reyna að taka inn sem mest sem hann að segja og vonandi í haust munum þetta svona munum við nýta góðs að því já ekki algjör synd, sko, ok, reyndar vonandi, náttúrulega, við vorum aðeins að tala um það fyrir þátt að við sjáum hvernig Svíarnir núna HM út af þjóðadeildinni, þannig að vonandi munum við nota þessa leið vel í C-deildinni. Þessi leikir á móti Kosovo, var Arnar Gunnlaugs einhverju 70 skák að reyna að tapa þeim leikjum eða? Til að komast í C-deildinni? Já, og vinna hana. Þú verður að spyrja hana því, en þetta mjög góð leið eins og við höfum séð með Svíana ef við vinnum þetta í haust þá fáum við semifinal og final að komast á EM í Englandi ég meina það eru til verri hlutur en EM í Englandi 2028 ég veit marga verri hlutir þannig að við ætlum að bara setja allt í þetta og já en sko þá Arnar Addi Vitt, hann vildi reynda að spila ákveðin bolta og bara með ákveðin manifesto klárlega okkar maður Åke Horæti, hann vildi svona fara dólti í back to basics og spila ákveðin bolta hljóta að vera viðbrið að fara úr Horæti í Gunnlaug Áksson Já, algjörlega, þetta voru mjög ólíkir leikstílar en þessi bolti sem að Arnar að spila hentar mér persónulega mjög vel og mér líður ótrúlega vel í hans systemi og já, eins og ég segi, hann bara topp þjálfari ég held að fólk átt sér ekki alveg á því en hann bara elít þjálfari upp á með taktík og með hreyfingar hvað hann vill sjá á vellinum og hann gefur okkur alltaf skýrt plan inn í alla leiki og já, þessi leikur úti mútið Frakklandi mér sjaldan liðið vel inn á vellinum því við vissum nákvæmlega hvað við varum að fara að gera og basically þá bara jafntefli, Andri Lukas þannig að sjáðu Frakklandi í dag skilur ég held að séu bara að fara að vinna þetta náttúrulega bara rugl þessi framlínan hjá þeim sko. Það nefnilega góð punktur hjá Ísaki því að þessir Úkraínleikir kannski tókum aðeins eftir en menna, báði Frakkaleikarnir voru fáránlega vel uppsettir við pökkum saman Azerbaijan og fólk kann kannski ekki sérstaklega mikið að horfa á þess að vináttulandsleiki þannig að heilt yfir það einhver vegferð í gangi Já, algjörlega og ég held í haust þá náttúrulega munum við vera meira með boltan og Azerbaijan-leikinu voru mjög góður með boltan Úkraínleikur úti var að mörgu leiti góður og fyrstu 70 kannski Já, ef að þetta var set piece ég meina, hvað var þetta, 80 og annari mínútu ef að það fari bara 0-0 þá hefur verið að tala um þroska framist að en þetta margins í þessu skilur það var kannski helst fyrrileikurinn á heimavelli ég veist við geggjaðir það, þeir bara skoru úr öll ég er sammála því þetta var rosalett að fá sér 5 mörk á heimavelli já en þetta voru 6 skot og 5 fóru inn þetta var það var líka ekki smá skot þetta var allt bara en já við spilum ekki nóg vel varnarlega í þeim leik ég er alveg sammála því en með boltan við skorum líka 3 mörk á heimavelli mútið Úkraínu og vorum með 65% með boltan ef að við, eins og ég segi tökum næsta skrefið og lærum af gullkynslóðinni hvernig á að loka leikjum hvernig á að vera aðeins svona nasty í leikjum og loka leikjum þá getum við
tekið næsta skrif, það er 100%. Getur eitthvað útskýrt, sko, nú er ég bara að hugsa upp á því að Úkraínaliðið fór svo ekki að háum þetta út í umspil á móti held ég Svíum, sko, náum að setja upp frábæra 2 leiki á móti Frökkum, smá vesen á móti Úkraínu, auðveldar að setja upp leiki á móti auðveldar að tjúna menn ég bara hugsa, sko, höfðu eitthvað að háum að gera fyrst við gátum ekki unni Úkraínu í 2 leikim? Nei, það var bara ekkert að háum að gera, alveg sammála því, en við erum á ákveðni vegferð að við erum alltaf líka litið á EM í Englandi 2008 en þeir voru mjög vel settir upp Frakklandsleikin, ég veit ekki hvort það sé eitthvað auðveldar að mótivera sig í þá eða nei, allavega persónulega ekki sko, en Úkraínleikurinn, þetta var svolítið eins og þú segir, one-off, þeir skoru úr öllu sem þeir skutu á markið og Já. Arnar hefur talað opinskátt að hann vilja læra af gullkynslóðinni en gera landsliði sjálfbærara, stækka kjarnan úr 14-15 manns í mun stærri hóp. Sjáum það að notaði 28 leikmenn í leikjunum 10 á síðust ári. Kári Árna kom og svaraði fyrir þessu ummæli hérna af gullkynslóðinni, hún held farið sín ekki sléttar hvernig hann talaði gullkynslóðina. Þetta var ekki sustainable fótbolti til lengri tíma. Sko, við sjáum þá, við erum búin að tala Frakka, ekki spila þeir blúsandi sóknarbolta, getur íslenska landslið þá gert það? Ég held að fótbolti síðustu 10 ár er bara búin að breytast það mikið. Maður verður að pressa í nútíma fótbolta eins og sér þessi liða háum, ég meina kappi verði fyrst stundum upp í pressu sko. Og þetta er bara búin að breytast svo svakalega mikið. En við, eins og ég segi, við getum lært svo ótrúlega mikið af gullkynslóðinni. Ef við myndum spila leik við þá, þeir myndu 100% vinna, við varum 100% meira með boltan samt. Myndu vinna alla tölfræði. Þeir eru náttúrulega bara besta landslið sem við höfum átt og en ég held í dag 2006 þá er þetta bara búin að breyta svo mikið eins og ég segja, það verður ekki annar Aron Einar örugglega ekki Kári og Raggi. Ekki, eins og staðan er núna þá er ekki Kári og Raggi. Þeir voru náttúrulega bara besta landsliðspar sem við höfum haft í vörninni. En ég held samt, eins og ég segi aftur, að ef við getum tekið þessa hluti frá þeim sem við erum ekki með í dag, þá getur þetta liðin á mjög góðum árangur. Þú kom með 6 landsliðsmörk í 44 leikjum og fékkst 3. hæstu einhvern í undankeppni HM 26 á eftir Hákon Arnari og Alberti. Hvernig metur þú þín eigin stöð innan hópsins í dag? Ertu orðin einn af leiðtogunum í þessu lið? Þú verður að spyrja liðið held ég að því. Ég bara reyni að hjálpa sem mest sem að ég get inn á vellinum og utan vallar. Eins og þú segir, kom með slatta landsleikjum núna. Við erum nálgast 50 og ætla bara að halda áfram að hjálpa liðinu sem mínir styrkleikar eru og vonandi í framtíðinu verður ennþá meiri leiðtogi en 7-13, menna Ísak Bergman getur bara að fara í 200 landsleiki með þetta sko. Hvernig ennþá 17 ára sko. Komum til það að því að við tölum sko, hvernig maður hugsaður sig. Sérðu fyrir þér að spila til fertugs? Eins og staðan er núna nei, ekki til fertugs. Ég held, þú veist, mér finnst mjög nett það sem að Tony Cruz gerði. Þú veist, hann er bara feskur í dag og getur bara leikið með börnunum sínum og hætti bara 34 ára á toppnum. Hann var líka ekki oft meiddur. Hann hætti bara bestur. Já, þannig að mér finnst það líka svona, þú veist, þegar að lappirnar fara kannski smá að bara kalla þetta gott, þú veist, þegar maður orðin kannski, ég meina, ég fór út 15 ára, 35, svona hugsa ég alltaf að ég muni, þú veist, í kringum það. Ég veit ekki hvort maður nenni að vera í þessu til 42 eins og Ronaldo sko. Nei, saman bilaði maður. Á, góða nótt. Hversu góðir eru Hákon Arnar og Albert Guðmundsson í fótbolta og gaman að spila með þeim? Já, bara draumur að þræða boltan á þá í millisvæðinu og þeir sjá rest sko. Og svo orður upp á topp? Já, og Andri líka og við erum með geggjaða strækjara líka kom upp og með mjög marga spennandi leikmenn. Náttúrulega spila með Hákon frá því ég var 4 ára og þekki hann ótrúlega vel og Albert náttúrulega var líka geðaukur í undankeppninni síðast og er líki leikmaður fyrir okkur og við leitum mjög mikið í hann þannig að þetta eru 2 geggjaðir leikmenn. Þá spyr ég, finnst þér fólk gera ómikla kröfu til íslenska landsliðsins samanborið við hvernig gullkynslóðin var átt að segja að þetta sé bara nýtt lið?
Nei, ég held að sé ekki á mikla kröfu með að við liðin sem við spilum í úti. Ég meina Orri Real Sociedad, Hákon að spila í meistaradeildinni, Albert í toppliði, þannig að þú veist, nei, alls ekki. Þetta eru bara kröfur sem við erum vanir úti í okkar félagsliðum og þetta er bara partur á þessu. Já. Bara Þá spyr ég, komast þú á EM 2008? 100%. Svo er það Origo. Já. Við kíktum þangað. Já, á tímum sem þessum, þar sem að maður má ekki blikka auga og maður er einhvern veginn búinn að missa þráðin í Maður búinn að sofa verðinu. kapplaupi og það verðist einhvern veginn allir vera að nýta þetta betur um maður sjálfur og maður horfir á fyrirtækin og sem að eru náttúrulega bara öll upptökin við það að búa til peninga eins og það hafa alltaf gert Jú. með sína ferla og hvernig þau gera þetta og það er mjög erfitt að breyta DNA-inu í fyrirtæki og þú gerir það ekki með því að fá eitt starfsmann og segja, herðu, nú ert þú yfir AI einhvern veginn. Og hver í sínu hotni? Já, þú veist, og þá sko held ég bara fyrir Ísland ef að við ætlum að standast stóru fyrirtækjum út í heimi snúning Vera sanginsef? Já, þá þarftu að vera með uppbyggingu á einhverjum miðlæri þekkingu í þessu og Origo, Should I Stay og Should I Go eru svolítið bara þróast upp í það að vera one stop shop það sem að þú ert með bara þvílíkt samansafna þekkingu og sérfræðingum akkurat í þessari tækni sem að við erum að reyna að beisla og ég hvet þá sem að vilja sko nýta sér þessa tækni betur og upplýsingartæknina sko það er yfir 200 sérfræðingar allir með reynslu í þessu sem eru búin að byggja upp yfir fjölda ára þannig að ef þið eru ekki að nýta ykkur Origo í dag og eru í einhvers konar rekstri sérstaklega, ég tala nú ekki um þessi millistóru fyrirtæki sem að okkur þykir svo vænt um að þegar við vitum að þau eru máttarstólpi hagkerfisins ég hvet á til þess að skoða Origo betur. Já, og ég bara eins og Leifur segir, ég meina ekki vera hver í sínu hotni, hvert fyrirtæki með sinn gerfigrædda fulltrúa og hvernig sem það er heldur, fáðu bara Origo í þetta, fáðu sérfræðinga verið. En bara akkurat málið. Og svo erum við Bauhaus. Já. Það er nú þýst fyrirtæki held ég alveg örugglega. Já, ég held það líka. Og ég held að Ísak Bergmann sér, mér er allavega tjáð að ef að það er leki einhvers staðar hjá liðsfélagans eða annar staðar, það var hann mættur með töskuna úr Bauhaus. Þeir fyrst í Bauhaus, já. Já, og þú, Ísak, þú talaði um það að þú er ekki að nota hamar í öll verk. Þú skrúar ekkert skrúi með hamri eða eitthvað. Ég er mikið talað um það. Og mikið ritað um það líka. Já, Bauhaus auðvitað með 365 skilafrest en við erum komin í HM. Sko, þú ert árundi eins og við hina heimsmeistarmótinu sem er í gangi þessa dagana. Hvernig er tilfinningin sko fyrir mann sem er vanur því að spila á þessum stóru leikvöngum og að kljást við þessa kappa að fylgjast með stærsta móti fótboltaheimsins úr sófanum? Þetta er bara mjög skemmtilegt, sérstaklega Golden Boot reysið, Messi, minn maður, Mbappe, Kane, Haaland, þannig að ég held að sé svolítið Bandaríkjamennir séu sátti með þetta að stjörnurnar séu að delivera sko. Það var svo geggjað þegar að það var HM og EM í Þýskalandi og Katar, það voru alltaf leikir á daginn líka sko. Það var alveg smá kósí sko. Það er betra en á nóttunni. Já, þannig að en þetta er bara mjög skemmtilegt mót og hver heldur að taka þetta? Sko fyrir mót hefði ég sett bara verðnir, núna eru Frakkarnir einhvern veginn. Frakkarnir eru rosalega sko. Þessi fremstu fjórir og svo haldaði bara alltaf eða svona mjög solid í vörðinni. Þeir eru svo solid og líka bara einhvern veginn gæti stilt upp 8 liðum og þau varu öll ógeðslega og þetta frambúð af hæfileikum er galið. Sko nú ætla ég var með, í sambandi við alla þessa bestu gæja sko. Messi búinn að skora í einhvern 6-7 leikjum þú ert United maður, eða ekki? Og ég teki eftir að Ronaldo hann er að fá svo svakalega mikinn hita á sig. Það er svolítið. Hefur ekki tekið eftir? Jú. Kannski svona á kommentarkjörum ánastað. Nei, já, I'm back. Og síðan var djókið sko að eftir leikinu gær þá hann verið að segja my back. Drefast í bakkina það er svo gaman. Já, þetta er upp og niður. En þú veist, er Messi bara geitin í þessu öll saman eða? Já, það ekki. Ég meina það sem hann er að gera, þú veist, Ronaldo er besti markaskorari örugglega sem við höfum séð í heiminum, en þú veist, þegar maður sé hvað Messi er að gera með boltan, hann er besti sendingamæður, hann er besti dribblerinn, hann er besti skotmaður, þetta er bara þvæla sko, en full respect á Ronaldo, þú veist, hann er ótrúlega markaskorari og þessi líkami sem hann er með og hann hefur spilað, þú veist, fáránlega marga leiki og hvað er hann, 41 tveggja
þannig að full respect á hann, þú veist, þetta er bara geðu góður skilur en fyrir mér er Messi getinn. Það sem maður hefur ágjafa með Portugal er að Ronaldo mun alltaf bara enda í hjólastól það frammi, það mun ekki þora að taka nú liðin og hann mun ekki hætta. Getur enda skalla. Hann mun pottitt setja Móti Úsbekistan. Sko, við erum auðvitað komnir í 32 leguslin. Já, loksins, þetta er búið að vera gaman, en núna fer þetta að vera gaman. Já, það eru eða rúlum kannski bara hratt yfir þau og fáum Ísak til þess að tippa á þetta á samt kannski þetta tippum við alltaf á lengjunni. Jú, það er okkar menn og stuðum við bakið á íslensku íþróttalífi. Maður kannski tippar aðeins á Káringana og eftir á móti Keflavík og Það er í Vesturbænum með það? Nei, Nei, það er Keflavík. sömu sjó, já. Keflavík. Já, það er svona nákvæmlega máli. Það er aldrei að vita nema að tippa aðeins á F-fangana líka á eftir. Þetta getur verið þeirra Það dagur. var góðan stuðning í stúkunni. Já, Þýskaland versus Paraguay. Það er Þýskaland. Já. Eru það þínir menn? Já, ég held samt með Argentínu sko, en Þýskaland er örugglega númer 2. Já. Frakkland versus Svíþjóð. Frakkland. Frakkarnir taka það. Já, að hlægra þessu. Suður Afrika, Kanada. Já, ég held að Kanada taki þetta. Óskar Rapp seldi mig það að Suður Afrikamenn er ekki nógu góður. Já, hann var ekki hrifinn af því. Holland versus Marokko. Þessi leikur. Þetta er góður leikur sko. Mér finnst Marokko mjög segir sko. En Holland eru góðir sko. Ég ætla að segja Marokko. Já. Þeir eru góðir sko. Ertu búin að vera að taka 2 daga? Nei, ég var sko, eins og ég sagði með EM í Þýskalandi og HM í Katar, þá var þetta náttúrulega á daginn sko. Þá gat maður bara verið upp í sófa og hort á þetta allt sko. En þetta er erfiðara núna á nóttunni sko. Það var líka búið að selja manna allir bestu leikirnir var í íslensku tíma. Mér finnst vera hellinga góðum leikin bara nóttina og 11 og 12. Ég held að sé að byrja núna í 32 leið, það var alltaf held í 7 og 9 okkar tíma. Tökum því. Það var náttúrulega geggjaður leikur í gær til 1 sko, þó hann hafa endað 0-0. Já. Maður sjá Portugal versus Króatía, annars skemmtilegur. Já, Portugal. Já. Þeir Ronaldo, nei, hann setur hann bara á móti Úsbekistan. USA versus Bosnia. USA. Já. Belgia á móti Senegal. Þetta getur líka verið. Nei, ég segi Belgia. Brasil, Japan. Brasil. Fílabeinsströndin á móti Noregi. Það er Noregur, eða ekki? Já. Jú, ég held að maður. Hvernig Þeir finnst eru ykkur vel útkvíldir. Já. Hvað fannst þér að þeir hefði tekið sko, húið okkar? Húið okkar. Já. Er það Hvort er okkar? betra? Er það ekki stálu við ekki líka því? Þetta er okkar. Við gerum það frægt. Já, við gerum það betur. Ég veit ekki á Noregi það að þeir gerum það líka betur. Það gerir bara afgreita. Það komið okkur tilbaka. Eru ekki litli norsarandi samt að hvíla allavega á móti frökkum með það? Þeir er ekkert unnið að vera eftir sko. Já, og fengi þá hvað Svíjana. Já, ég sá eitthvað Stóli var að ræða þetta og hann sagði bara að þetta var hans ákvörðun og eitthvað blað, en þú veist, ég skildi samt alveg, þú veist, hefur unnið á, hefur verið. Þeir eru samt svo ógeðslega góðir sko. Noreg. Nei, frakkar þetta ekki. Þeir hefðu alltaf tekið á sko, en já, ég skil báða hliðar sko. Já. Ég skil þetta. Mexiko, Ecuador. Þetta er líka góð leikur. 50-50. Hvað myndir þú segja? Er þetta ekki heimavalli? Já, eða ekki. Ecuador er svo góð sko. Þeir eru unnið Þýskaland. Já. Stemning Mexiko. Mexiko. Já. England, DR Kongo. Dr. Kongo. Dr. Kongo, mínir menn. Þetta er England. Já, það getur samt. Var ekki 10 ár frá viðunum á englendingarna í fyrra? Jú, það var í gær. Getur allt gæst. Englendingar, sorry, ég er bara aðeins þetta. Englendingar búin að vera byrjuð fárlega vel, svo erum við að vera slopp í síðustu 2 leiki. Ég sko, þú veist, ok, þú vilt vera með lið sem spilar, en hvað finnst þér það, þú veist, vill maður ekki, þegar maður er, þú veist, kannski 70. mínúta, maður er ekki komið mark, vill maður ekki vera með Foden eða Palmer á bekknum og möguleika? Eða Trent í hægri bakvörð? Ég skil ekki að Trent sé ekki hann, sko, þegar Jet Spencer er alltaf inn á Trent, þú veist, eða low block og bara 1 cross og mark, sko, en jú, alltaf hann 1 af Cole Palmer eða Foden, sko. Já, annað er það. Túkhelin er, já, hann er alls í snillingur. Já, vinnur þetta. Já, hárasnillingur. Svo er spurning hvort við fáum eitthvað uppsett hérna. Argentína móti Grænhöfðaeyju. Eða stoppar siglingin núna. Þetta eru mínir menn, Argentína. Já, Ástralía, Egyptaland. Þetta er skemmtilega leikur. Tökum sér þátt hann. Já.
Egyptaland, Sviss Alsír Sviss. og að lokum Kólumbía Ghana. Hann Já, meðast Kólumbía geggjaður í gerð já. og búin að vera flottir. Já, ég held að Kólumbía taki þetta. Já. Hvaða lið og hvaða leikmenn hafa heillaði á mótinu? Einhverju leikmenn? Já, mér finnst Frakkarnir ekkert eðlilega solid og svo finnst mér Dúe og bara allir hann að frammi. Mér finnst Dúe svo skemmtilegur, hann minnir mér stundum að Neymar þegar hann hann á vinstri kantinum og svo Olise geggjaður sko. En eitthvað svona, þið með eitthvað svona surprise sem er búin að vera góður? Nei, sko, Hjörvar talaði mikið að Dembele hefði aldrei átt að vinna Ballon d'Or. Já. En ég meina, ég horfði á hann á móti Núrum ekki að setja þrennu. Hann alveg fínn í fótbolta, sko. Já, en ég meina stjörnunar eru allar búin að delivera og Bandaríkjamenn maðurinn elskar það örugglega sko. Já. Það kom mér kannski smá óvart, bara sjá, þú veist, bara Messi komandi frá Bandaríkjum, maður er ekkert séð hann eða levelið sem hann er að spila og líka svo á Felix sem að einhvern veginn, þú veist, hefur alltaf verið svona bara myndarleikurinn með hárið, bara orðin alvöru afsakið orðbæði, nú þú eru einhverja loka móðu fokker, sko. Komandi úr Saudi-deildinni, sko, og Ronaldo líka bara 42 og slarkfær, sko. Þannig að það komið kannski mest á óvart að þessi gæjar sem koma úr þessum deildum sem maður held að vera bara peningar, eru bara ennþá að spila á þessu leveli, sko. Það er kannski bara útkvildir, sko. Messi eða Ronaldo, auðvitað er það Messi, við erum búin að fá það á hreint hérna. Hvaða lið vinnur hann? Þetta er Argentína eða Frakkland. Ég vona Argentína en ég held Frakkland. Spátnir eru samt líka alltaf annars sko. Ég held svolítið að gleyma þeim sko. Já, ég held, var þetta taktist það fyrsti leikurinn til þess að losa pressuna? Já, er ekki alltaf Argentína tapaði líka, þeir ekki náttúrulega jafntefli annars Spátn, en Argentína tapaði líka síðasta hérna á HM fyrsta leiknum. Þannig að svona taka væntingarnar taktist. Herru, færum okkur yfir í Hafnarfjörðinn. Það er FH og pappans Ísaks og gagnrýnin. Jónas Karl Guðmundsson, pappans þjálfari í dag FH-liði, en þeir eru neðstir í bestöldinni þegar það tekið upp fyrir næstu umferð þegar hefðbundi deildakeppni er hálfnuð. Eins og ég segi, pappiðin hefur fengið mikla gagnrýni. Sko, byrjum á einni opinni. Sko, þú fylgist vel með umræðinu, það er greinilegt. Hvernig er að sjá pappa sinn fá svona mikla gagnrýni? Hann hefur náttúrulega bara fengið gagnrýni allan sinn feril. Hann hefur spilað í stærstu deildum í hérna, heimi og þetta er ekki, hann er ekkert að kippa sig upp við þetta sko. Nei. Hann heldur bara áfram og hérna, það er svona meira ég og fjölskyldan sem eru meira pirruð þegar það er verið að segja eitthvað bull og hérna, já, þú veist, hann er ekkert að spá í þessu, hann heldur bara áfram og þekkir þetta, þannig að, já. Sko, við höfum náttúrulega séð ýmsa gagnrýni og sérstaklega frá sófa-sérfræðingum. Gefur við eitthvað fyrir þetta? Er þetta sangjörn gagnrýni eða finnst þér hún ósangjörn? Nei, þú veist, þeir eru neðstir, þannig að það má alveg gagnrýna en þú veist, mér finnst bara svo oft, þú veist, FH er að fara í nýja vegferð og þú sér eins og með Víking þegar Arnar tekur við, hann var með mikið að spila ungu leikmönnum, þeir voru nálægt í að falla á öðru tímabilinu hans og þú sér Víking í dag. Þú veist, það gerist ekki alltaf á einni nóttu. Maður þarf, eins og með KR líka, ég meina KR síðast tímabili, þú veist, þeir tröstuðu process, hvar eru í dag? Nákvæmlega sama. Já, þannig að þú veist, það er ekki hægt að vinna bara frá, þú veist, viku eftir viku, bara já, ok, við ætlum bara hérna að fara að vinna þennan leik og svo ætlum bara að vinna næsta og svo bara situr ekkert eftir, skiljur. Það er að vera ykkur, þú veist, FH þarf að, eins og pabbi og Davíð er að gera, þeir eru að fara öðruvísi leið og hérna, oft þá er margir sem reyna að skjóta það niður og hérna, en pabbi er ekkert að fara, og Davíð, þeir eru ekkert að fara að hætta þessu, þeir trúa á þetta og þeir ætla að gera þetta fulla ferð. Auðvitað er þetta ekki, lítur ekki vel út þeir eru neðstir, en þeir eru að gefa samt fullt af ungum leikmennum tækifæri, fílitt margir góða leikmenn, efnilegi leikmenn eins og Kjartan Kári og Baldur Kári og fleiri, sko, þannig að ég meina, íslenska deildin, þú veist, þetta á að vera deild sem að gefur ungu leikmennum tækifæri og selja það út og FH var að gera það og sama með launakröfur hérna á Íslandi, veist, það er gali að leikmenn sé að fá betri laun hérna á Íslandi og fara ekki út í atvinnumennsku til Svíþjóðar og Danmörkur af því að þeir fá betri laun hér og svo stundum hérna á Íslandi er ekki eins og hægt að borga hérna, þessi laun sem er verið að lofa. Þannig að, og þú veist, margir klúbbar eru bara, þú veist, erfitt að reka þá. FH-ingarnir hefur verið vesend þar og þeir eru að reyna að breyta því
og fara aðra leið Og vera sustainable. og ekki, þú veist, þetta bara náttúrulega, FH bara fyrirtæki og þarf að reka sig líka sjálft, þannig að vera sustainable og þetta leið í átt af því, en auðvitað skilja alveg gagnrýna þegar þeir eru neðstir og fólk má alveg gagnrýna, það ekki það sko. Nei. En það þarf að vera faglegt. Já, það verður faglegt. Fá faglegheitin, takk. Sko, þá ætla ég að reyna að vera faglegur. Sko, að þú nefnir Víking, nefnir KR. Sko, ég ætla allavega að gefa KR-ingum það í fyrra að það maður sá augljóslega vegferðina með Víkinga líka. Sko, ég ætla ekki að ljúga að ég hef hort á alla FH-leiki í sumar, en þú veist, er verið að spila einhvern ákveðin bolta eða veist, er þetta einhver vegferð sem þú segir bara, þetta, veist, það sem ég hef heyrt, veist, Albert Brynjar hefur talað um fleiri sparkspekulentar að þetta sé einhvern veginn að boltinn og annað sé einhvern veginn, sjá ekki vegferðina. Ég get talað allavega frá reynslu út í Danmörku þar sem hann var þar. Þetta tók, þú veist, hann vill byggja upp með 3, hann vill vera með 2 6-ur, hann vill vera með 4 eða svona 5 frammi. Hann vill vera pressahátt og þú veist, þeir eru að gera það. En í AB í Danmörku þá tók þetta 10 mánuði þangað til að þetta fór að smella og hann búinn að vera núna í bestu deildinni bara í korter. Já, þannig að þú veist, og sér líka bara þess að topp þjálfarað úti, þetta tekur oft tíma og pabbi er að reyna að spila ákveðin fótbolta, pressu fótbolta og þeir spila oft mjög vel á köflum en það vantar sérstaklega í varnarleikin þeir að fá á sig mjög mikið af mörkum en út af velli spila er oft mjög vel, þeir bara ná ekki úrslitin. En heldur að gagnrýni sé, vorum að ræða þetta fyrir þátt, sé ekki kannski beint að pabbaðinum heldur frekar að þeir ákveða að láta Sigur Salstad þjálfara mesta club legend í sögu félagsins fara og pabbiðin að koma eftir honum og þeir búin að vera í solid top 6 og... Jú, en þú veist, allt hefur þessi tíma, skilur þú veist, Ferguson þurfti einhvern tíma að fara og FH er ekki búin að vinna Íslandsmeistaratitilin í 10 ár. Ég meina, þetta er ekki 2-3 ár, sko. Nei, það er rétt. Þetta er ekki bara frá 2016? Jú, 2016, jú, rétt hjá. Þannig að þetta eru 10 ár þar sem FH er ekki búin að vinna deildina, þannig að þetta er ekki einhver stuttu tími og þeir eru núna að fara þessa leið og þeir eru að fara þessa leið og trúa bara á þetta og meina eins og sér með KR eins og sér með Víking, ég meina það er búin að skila sér að trust the process hjá þeim og mér finnst fleiri liði á Íslandi, þú veist, reka færri þjálfara og bara trúa á það sem þeir eru að gera þó að gangi stundum ekki alveg vel og vonast var eftir, sko. Já, sko ef við tölum um process og þetta er náttúrulega allir sem er hlust að vita það að þú kannski ekki sá hlutlausast í hérna hvað erum við að tala um í process? Hvað viltu gefa sér mikinn tíma? Ég meina, fyrsta tímabilið var alltaf að fara að vera basl, ég meina þú veist, vonandi bara að halda þessu uppi en þú veist, svo á seinna tímabilið er hægt að fara að dæma þetta að alvöru finnst mér þá er hann komið með búin að vera lengi þarna 1-2 ár þannig að þú veist, hann er með held í 4-5 ára samning og Arnar Gunnlaugs var 3-4 ár að byggja þetta 100% upp þannig að já, ég held að þess að með Óskar Hrafn, ég held að hann taki Íslandsmeistaratitilinn með KR kannski á næstu 1-2 árum kannski í sumar en þú veist, já. Svo er það reyndar annað við ætlum að tala aðeins besteldur eftir en Óskar Hrafn, þú veist, það er eiginlega sama þú veist, ef hann nær bara öðru sæti í þessari deild það er náttúrulega bara bila vel gert því að það er bara eitt annað lið sem er bara svindlið. Já, algjörlega sammála. Þú talaði um að pabbiðin sem er svipað hugmyndafræði og Arnar Gunnlaugsson og þá spyr maður sig, er hægt að spila Arnar Gunnlaugsbolta með þetta F-fólið? Já, það er hægt, já, þú veist, hann vill spila þennan bolta en svo vonandi, þú veist, mun hann þróast áfram með liðinu og þeir var ennþá betri þá er þið bara að vita nákvæmlega hvað þeir ætla að gera í leikjum og leikmenn sem var keiftir inn í eins og Oliver og Guðmundur Andri þá koma þeir bara inn í þetta og vita nákvæmlega hvað þeir eru að gera en þeir eru að, þú veist fara tilbaka sem bara móti Víking í 5 manna og söffera og tapa 1-0 en þú veist, eru samt að spila sem bolta og tapa 3-2 þú veist, ég er persónulega meiri fan af því því að þeir eru ekki að fara að finna deildina þeir eru ekki að fara, þú veist, örugglega ná Evrópu þess tímabili, þannig að bara go for it, skilur bara spila þinn fótbolta og svo sjáum við hvað gerist á næsta tímabili vonandi. Heldur þetta sé, þú veist, aftur það er nú bara 11 umfyrir búnar, það eru 16 umfyrir eftir er þetta verra en, þú veist, ég veit að menn eins og þú segir, þeir ætluðu ekki að fara að vinna deildina á fyrsta tímabili, þetta myndi alltaf taka tíma en heldur þetta hafi gengið hægar en menn bjókust við?
Ég náttúrulega bara veit ekki hvað Davíð, þú veist, var að reikna með, skilur. En ég held að það sé svona örugglega bara pari, skilur. Þeir eru bara með mjög marga unga leikmenn og þeir eru allir að spila, þeir eru allir að fá mínútur og ég held að mörg lið taki eftir því í útlöndum, sko. Sjáu meðalaldurinn og sjáu hvað margir ungi leikmenn eru að spila. Það er náttúrulega fínt flott og allir. Ég held að pappið er samt sagt að hann vildi enda í top 6 á þessu tímabili, sko. Já, það getur alveg vel verið og ég held að hann vill það ennþá. Já, og hann getur það ennþá. Já, hann getur það ennþá, en þetta er búin að vera stempið og þú veist, gagnrýnin er alveg, þeir eru neðstir og það er bara staðan og en ég er full að trúa þessu samt. Hvað er að helst svona í gagnrýni sem þú er ekki verið sáttur með það? Því aftur, er eðlilegt að þið fái gagnrýni en eitthvað svona óvægi, eitthvað ósangjant? Já, veist, bara þegar gagnrýni það með F á það bara, þú veist, þeir eru neðstir en ég sá daginn að var gagnrýna með Ía að fór í hann að skamenn vildi alls ekki fá hann aftur sem þjálfara og voru ekki við baki á honum. Einmitt. En ég meina, þú skoðar Keflavíkurleikinn þegar ég held þessu uppi, það var allir Skaginn mættur til Keflavíkur og svo bikarúrslitaleiknum var allur Skaginn mættur að styðja. Og ég meina, það var eitthvað sem sagði að hann hefði rústað félaginu, hann selur Hákon út, hann selur mig út, hann selur Stefán Teit út, hann selur Bjarkastein út og svo náttúrulega bara daginn þegar Jón Þór var rekinn þá vildu forráðamenn félagsins fá hann aftur þannig að stuðningsmennir voru greinilega ánægðir með hann, leikmennir voru ánægðir með hann og stjórn félagsins, þannig ég veit ekki alveg hvað var að vera að tala þegar hann var að tala að rústa félaginu. Nei. Og svo var hann líka það var COVID og erfitt peningamál, það var ekkert eitthvað gagnvart honum, sko. Nei, einmitt. Sessor, algengar áskorunir viðskiptaðina eru þetta óstöðurekstur og skortur og stefnu getur þeirra að spila inn í og það kemur í veg fyrir stöðuleik og framþróun. En Sessor þetta er eins og þyrnir í síðu þeirra og eitthvað sem að þeir hafa unni statt og stöðut í að útrýma. Þeir tengja saman fólk og tekni. Já, og þú veist, ég hvet ykkur bara til að fara á sessor.is og sjá hvað aðeins þeirra þjónusta. Það er ekkert grín. Haugur af virtum fyrirtækjum sem að reiða sig á Sessor í dælum rekstri og fröken Reykjavík. Já, við kíktum þangað. Já, við fórum þangað heldur betur og sko, þegar ég held að þeir gæti ekki toppa sig með flanksteikinni sem að er ruggluð, það fórum við í vakjú. Já, það kostar aðeins, en það er samt hverja krónu verið. Sko, ég hef aldrei smakkað svona gott kjöt, held ég. Og það kom bara kannski einhver smá glái með, en það var engin sósa. Það var engin sósa. Nei, og gast fengið hana, okkur langaði ekki hana. Ég er sósukall, sko. Já. En mér datt það ekki í hug. Nei. Maður lifandi, hvað þetta var gómsætt og þetta eftir eittirnir síðast fór í jarðabæra sæluna. Við pöntuðum allt núna. Nú fórum við bara í allt galleríð og þetta var bara hvert öðru betra. Og þjónustan. Já, sko, einhvern veginn ostakakan, já, ég bara vill ekki að, ég geti mist mig hérna. Til að slúta þessu, að því að við erum hérna með talsmann Jókala hérna, ég veit að fá hann margóft í þáttinn en ég fekk svona. Sko, hversum góðum árangur náði pappiðin í Danmörku? Því að við hérna í Jólasveginni fylgist ekki nægilega vel með dönsku sétildin. Þessi klúbbur var bara eiginlega ekki að góða stað þegar hann tekur við og voru bara nálægt í að fara í D-deildina og hann basically fór með það upp. Aðstofamannars kláraði tímabili núna og er búin að koma þeim upp og hann er sem sagt bara að halda áfram vegferðinni sem pabbi byrjaði, Íslendingur sem heitir Fannar og er að fara með liði í B-deildina núna en pabbi bara gjörbreytti þessum klúbb og þetta er klúbbur í Köpen og í framtíðinni þeir eru með bandaríska eigendur og í framtíðinni getur þessi klúbbur 100% verið í Súperlíkunni, sko. Já, svoleiðis. Þetta er sögufræði klúbbur í heldur unnu fyrstu svona dönsku deildina sem hefur verið og þeir voru í 1950-60 voru þeir topplið og erum með geggjað æfingasvæði, risa æfingasvæði eða bara flottar en FCK æfingasvæði. FCK er með æfingasvæði inni í Köpen, bara mjög svona takmarkað og þetta er bara hann gerði gríðarlega vel og þannig. Til að slúta þessu svona leynistengingum hlustendum að því pappiðin er ágættir vinur greinilega hversu góð fyrirmynd og vinur er pappiðin? Hann er náttúrulega bara þú veist, ég hef litið upp til hans frá því ég var lítill örugglega ástæðan okkur ég vildi vera fótboltamaður að sjá hann spila á völlum í Premier League og gera vel, spila með landsliðinu þannig að hann er
líka bara sem persóna, ég lít mjög mikið upp til hans og mömmu náttúrulega líka, þannig að Við skulum fara okkur í bestöldina almennt og ía. Þetta Skagamaður í gegn, uppalinn þar. Og vera að æfa það núna aðeins að trilla. Já, var auðvitað mættur að syngja og tralla í senustu umferð á móti KR. Það gekk ekki Það er alveg. ekki til, því miður. Sko, eitt sem ég verða að byrja að taka, miðjan var nú ekkert frábær á þessum leik og og ég hef nú aldrei heyrt stuðningsmannasveit sko sem að kannski hafði hærra en KR í Frostaskjólinu með því ekki á þessu tímabili. Var það Skaginn? Skaginn gerði það eins og þar. En þessi söngvar, þurfum við ekki eitthvað aðeins að vinna í þeim eða? Hjá stuðningsmönnum Skagans? Já. Þú voru líka alltaf með svona kúabjöllu. Já. Ég held að leikmennir, ég allavega heyrt frá þeim að þeim finnst það smá þreytt, en þau eru geggjuð þarna í stuðningsmannasveitinni. Já, með eiga það. Þau láti í sig heyra, já. en þau eru bara svona kannski að hitta einu sinni í viku og fara yfir söngvana. Aðeins að fara yfir þetta. Þess að æfa sig. Það var alltaf bara herslu munið það. En þau eru geggjuð sko, og eru mjög lojal, mæta á alla leiki og þau eru geggjuð sko. Já, það er hrikalega vel gert sko. Það var bara alveg andið þarna sko. Já, smá æfingar, Sko, þú hefur verið að æfa með ía núna í sumarfrínu. Sko, hversu gaman er að koma heim og æfa með uppeldisfélaginu? Það er ótrúlega gaman og svona þegar maður var lítill þá sá maður alltaf, þú veist, mann eins og pabbi og Björn Bergmann voru ofta að koma heim og æfa með ía og núna er maður að koma og æfa með sjálfur með ía og þetta eru gríðarlega skemmtilegi strákar, margir vinir manns og Lárus voru búin að gera mjög vel með lið og eru bara á flottum stað í dag sko. Hversu mikill töffar er Lárus Orri? Hann er töffari sko, ég var einmitt að æfingu í morgun, hann er alvöru fagmaður og gerir allt 100% og skipulegur liðið sitt mjög vel. Sérstaklega finnst mér varnarleikinn og pressuna, hann var náttúrulega varnarmaður sjálfur. Jú, heldur betur. Þannig að hann er alvöru fagmaður. Og ert þú að æfa á þessu handónýta grasi þarna á vellinum eða? Það er ekkert ónýtt maður. Það er við æfðum eina æfingu sem sagt við sjóin á æfingasvæðinu. Já. Það er mjög gott. Fallegasta aðstæða landsins. Já, sammála því og en völlurinn er svolítið. Úff. Það er eitthvað að vera að skoða það? Já, ég við væri mjög spenntur að það myndi koma að gera ykkur. Það væri geðveikt sko. Ég meina eins og sér saman með Víking og Breiðablik og KR. Ef þú vilt taka næsta skref og fara í Evrópu þá held ég verður að gera þetta sko. Já. Og mögulega skilaboð í Kaplakrikkan líka? Ég held að þeir séu líka að skoða þetta. Já. Var það ekki? Þú heldur að myndi ekki henda pappaðinu betur líka? Jú, 100%. 100%. Ég held bara öllum þjálfurum það er alltaf meira þú veist, þetta er svo óútreiknanlegt á grassi. Það er svo, getur bara skoppað upp í hnéhæð og... Já. Hvernig hefur umræðan verið hybrid grassi? Er það ekki að standa undir væntingum með það? Við æfðum á í landsliðinu fyrir 2 árum, þá var það fínt, en ég held að sé ekki gott núna. Nei. Það þarf að sinna því held ég svolítið vel, sko. Og eins og Kaplakrikavöllur er betri núna heldur en hybridið, það er hásumar, skilur. Já. Ok. Já. Hvaða lið og leikmenn hafa heillaði ára? Ertu búin að vera að fylgjast vel með bestu deildinni? Já, mér finnst Hrafn Tómasson. Já, geðveikur. Mér finnst það geðveikt góður. Svona mín típa af miðjumanni. Hreyfingarnar, það eru sexy. Hann er mjög góður. Leifur, ég var að spyrja hann. Sorry. Nei, ég er bara sammála. All knows ball knowledge. Þannig að ég já, hann er mjög góður. Svo margir skemmtir. Alexander Rapp. Já. Hann er skemmtilegur. Þeir að gera þetta heldur vel innan Vesturbænum. Já, líka bara, þú veist, upp á að selja leikmenn, þú veist, lið skoða leikstílinn og sjá, pressutölunar, þeir sjá hversu mikið possession, hvað þeir eru að gera og lið ekkert, þú veist, þeir fara í KR, þeir fara í Víkinga, þeir sjá hvernig bolta þeir eru að spila og þú veist, það er ekkert Kosic, hann er líka fara út. Já. Þannig að, þú veist, þeir eru óskar að gera það mjög vel og ég meina ef þeir geta selt svona út 1-2 leikmenn á hverju ári þá verður það bara geggja fyrir hagnaðin hjá klúbbnum sko. Já. Ég öfundaði þetta aldrei núna Leifur. Sjá nú einhvern farin að kalla eftir í Gleisjó að farin að kalla eftir að fá Dóra bara heim. Frábært skrifa frétt fyrir því. Já, gefum hann tíma. Eins og Ísak segir, gefum alltaf að fyrsta tímabili. Hætti að reka þjálfara strax. Já, saman á. Þó að ég sé Dóra átnakall. Sko, auðvitað þessi eldgamla spurning, er einhver sérstök ástæða fyrir því að Akranes halda áfram að skila af sig svona mörgum landsliðsmönnum? Ertu komið með eitthvað svar við henni?
kom ég ekki með eitthvað svar síðast Pottit, 4 ár síðan, sko, Já. nokkri kaldir síðan sko. það var ég sagði þá að ég sá til dæmis Arnór Sig vera að taka ykkur fótavinnuæfingar niður í höll og bara, wow, mér langar að vera svona og svo sá ég hann bara seldu til Norrköping daginn eftir nánast og þar, þú veist, á undan voru Pabbi og Bjarni og Doddi að spila í Einmitt. þetta er svo nálægt manni og það eru allir hann í sama samfélagi og fyrirmyndin er svo nálægt og það er svo gaman að þegar að fyrirmyndin mann að gefa af sér og já, skæin er svo og þéttur og allir þekki alla og ég held að þetta sé, þú veist, svona eitthvað að Já. En fer í taugarnar á svona born and bred skagamærum eins og þér þegar það verið að kaupa bara aðgefta leikmenn eins og Gumma Tóta, Gísla Eyjólfs í staðinn fyrir að byggja þetta á ungum og uppröðnum skagamærum? þessi tveir eru náttúrulega bara mínir menn sko, Já. þetta eru Já, kongar líka okkar prósent. Gísli og Gummi, þetta eru geggjaði gæjar en nei, alls ekki ég meina, það er bara stefna greinilega hjá IA núna að reyna að ná Evrópu og það verður bara að gútira það, þú veist, það er bara flott, skilur ef það er stefnan, en þá það verður samt líka smá að halda í uppeldu leikmennina og það er búið að vera svolítið fáir á þessu tímabili. Já, þeir eru búin að Íslandsmeistar öðrum flokki bara mörg ári röð og... Já, þannig að mér finnst gildinni og alltaf þurfa að vera uppaldi leikmenn og Breiðablik er líklegast með bestu akademíu Íslands en svo er bara örugglega Skaginn á eftir því og það verður alltaf verið til staðar til að búa til hagnaði eins og frá með Hákon, Penningin og svoleiðis sko. Þannig að en Gabriel svona Gunnar segja hann var seldur og þú veist, það er fullt af efnilegum strákum en þeir þurfa samt tækifæri til að fá lið að skoða þá það get ekki verið seldir bara úr öðrum flokka eða mjög erfitt. Já, mjög erfitt, rétt. ætlum að fá því Ísak til þess að tippa á umferðina. Já. Það er þetta David Jones sem að bjóða okkur upp á það. Ertu David Jones kall? Já. Er það? Döðlunar. Já. Já, alltaf í landsliðsferðum þá tökum við þetta með okkur. Já, gaman að heyra. Það eru góðar. Já. Líka, þetta er fyrir íþróttamann. Það er greinlega að klikka fyrir Úkraínuleikin, það er að sendingin aukið kila sér. Það er sigur þegar David Jones fer. Keflavík versus KR. KR. Þór Akureyri versus Valur. Valur. Stjarnan versus KA. Jafntefli. IA versus Fram. Já. Og svo accurate score í F og IBF sem þú ert að fara á núna eftir þáttinn. Það fer 2-1 F. Tökum því. Verður syngjandi og trallandi þetta? Já. Svo tapir við þarna saman. Er bestadeildin á réttri leið til að slúta bestadeildin? Já, mér finnst hún búin að taka mjög mörgum góðum skrefum fram á þið. Óskar hefur gert mjög vel, finnst mér. Náttúrulega geggja þegar Arnar og Óskar voru hann að báðir. Já. Og Sölvi er líka að sýna að hann er alveg coach. Heldur betur. Þannig að mér finnst margir góðu þjálfarar og mörg góð lið. Náttúrulega Víkingar eru samt svolítið. Hefur ekki áhyggjur að við leiðurum að vera að tala um þetta? Hefur ekki áhyggjur að Víkingar sé að verða bara, þetta sé bara að verða vandræðarlegt? Bara bæinn í Þýskalandi. Basically. Það geti alveg gest og mér sýnist það. Sérstaklega ef að þeir fara í gegnum þetta aftur núna, fara í Evrópudeild eða Conference League, þá getur þeir fengið aftur svolítið mikið af peningum. Þannig að já, þeir eru bara búin að gera vel. Ég meina, þeir trusted the process. Já, hlustu á það. Þeir tóku sénsinn. Hvað eru Kári Átna og Sölvi Ottesen miklu töffar? Arnar Gunnlaugs fór, geðveitt samt hann að taka landsliðinu, en ég meina þú veist, þessi görur bara alveg bellir. Já, og bara mikið töffurum greinlega í Víkinni og stemningin og menningin sem að hefur skapast þarna. Þetta eru bara winners. Já. Það er bara þannig. Óþolandi. En við erum konir í loka liðin, áður en við sleppum Ísaki að horfa á FH. Já. Það eru riddarspurningarnar. Það fyrir mér fyrst í skoðun, svo í frí. Já, það er alltaf þannig. Það er alltaf þannig. Ekki að gúti í óvissuna með hvað sem er í eftirdrægi. Ný. Tekki á hjólísinu. En Þorvaldur hjá David Jones, hann að fyrstu spurninguna. Hvað vegur þingst til að ná árangur í heimi atvinnumanns í knattspyrnu? Er það tæknilega geta, líkamlegt atgerfi eða andlegur styrkur? Ég held að þú verður náttúrulega að hafa allt, en þú verður að byrja á náttúrulega að vera með tæknilega getu, en til að vera, þú veist, 15-20 ár á toppleveli þá verður að vera með alveg hugafar. Það verður mikið af
mótlæti sem að mun koma, þannig að þú getur ekki nálangt, þú ert ekki með gott hugafar og sterkt hugafar. Hvernig dílar Ísak Bergmann með mótlæti? Og hvernig hefur lent í mótlæti? Við fórum bara yfir áðan til dæmis með að komast ekki upp í í klúra vítaspyrnukefninni og svo náttúrulega FCK. Þannig að Hvernig dílar maður með það? maður bara vaknar næsta dag og heldur áfram og leggur ennþá harðar að sér. Bara, þetta breytist ekki þó að maður sé að skora þrennu í hverjum einasta leik, þá þarf maður samt að vakna daginn eftir og gera sömu vinnuna þó að maður sé að brillara eða ekki að brillara. Og á endanum mun það skila sér aftur að ef þú ert á slæmum stað, það mun skila þér svo aftur á góðan stað og gerir bara rétti hlutina dag eftir dag. Ég lít bara á þannig, sko. Frendans, Bjarni Guðjóns, hann var nú í góðu til okkur fyrir svona ári síðan og hann talaði með sko að það er rosalega mikilvægt fyrir atvinnumenn að detta ekki í fórnarlamskýrin. Segja bara að þjálfarinn hata mig eða þetta er ömurlegt eða eitthvað. Bara inn í end, ef þú ert nú góður, þá spilar það. Já, og bara verður líka náttúrulega bara sína á æfingum, það er nummer 1, 2 og 3 og endanum hlýtur þjálfarinn að velja. Já, fjandinn á það. Já, ég held sér líka bara í öllu. Fara ekki að vorkina sjálfur sér, sko. Svo Vigni Vatnar, besti skákmaður Íslands, talaði einnig sko. Heldur betur. En Ármann Kári spyr, ætlar Ísak Bergmann að segja já 29. ágúst? Þú býr nú í ESB. Hvað er 29. ágúst? Hann er 16 ára, sko. Nei, þjóðaratkvæðagreiðslan, hann alltaf býr erlendis. Þjóðaratkvæðagreiðslan ESB. Ég ætla ekki að þóra að segja nei eða já, sko. Nei. Hvað segir þið? Ég segi nei, hann segi já. Ok, þá var ég 50-50. Unna Kristinn spyr, myndið þú spila með Vestra? Vestra? Já. Nei, ekki á Íslandi. Það er ekki að skoða það núna? Nei. Þóruður Ari hérna. Þarf Ísak ekki að bjóða stórvinni sínum Benna Gröndal á völlin? Hver er Benni Gröndal? Þú voru að spyrja Þóruður að því. Hann má kíkja á leik, sko. Hann er velkomin. Já, hann getur bara fæðið með það svolítið á Köln. Bjarki Hólm næstur, hver eru líkurnar á að hann setji einhvern tímann á sig káatreyjuna og hjálpa þeim að lyfta dollu og ef hann þykist vera alveg skagamaður í gegn, hversu stóran poka þyrftan? 6 sinnum það sem Dejan Djuric er að fá? Spurningamarki. Það kom líka káaspurningar, ég var þetta nei, ég veit að ég ætla að fara að spila fyrir á Íslandi. En það? Já. Þið getið klift þetta hvað sem þið vilja en það er ekkert að breyta, sko. En langar að enda þetta á Íslandi? Já, ég hef svolítið verið að hugsa út í þetta og það væri gaman. Ég og Hákon fórum sama ár út í atvinnumennsku. Já. Að klára þetta besti vinnir 1 tímabil á Skaganum. Já. En ég þarf samt bara að fá hann með í þetta, sko. Fá hann með þetta. Hver vann stórmeistaraslægin á milli Andra Júl og Hatta í frægu Kölnferðinni á flotta grasplettinum sem að mun aldrei falli í gleymsku, spyrir Kristofur Áki. Þetta er náttúrulega bara einhver besta sena sem ég hef séð líklega á lífsleiðinni. Ég myndi segja að Hatti hafi tekið þetta að lokum en Andri Júl byrjaði sterkt en Hatti, hann er með svo mikið keppniskap að það þurfti að stoppa hann af. Hvað gekk hann á? Já, einmitt. Við getum heil ekki farið út í það. Já. Þetta er þeir vita sem vita. Þeir vita sem vita. Gabriel Þór, leikmaður Víkings Ól. Hvernig ætlar Ísak að byrja að drekka? Ég ætla aldrei að drekka, því miður. Nei, það er ekki því miður, það er bara vel gert. Hvaða lið í Bundesligunni er vannmennast bæði getulega og stemningslega? Og þeir Bayern og Dortmund þessu og eitthvað svona? Já, Hoffenheim voru mjög segir í ár en þeir fans og svona allt í kringum klúbbin, Frankfurt er mjög svona stór og svona þeir voru ekki góður í ár en geta, unnið Bundesligunni eins og Leverkusen easy, sko, tekið 1 ár þar sem Bayern vinnur ekki. En er ekki smá galli við Bundesligunni einhvern veginn að þetta er bara keppni annarsæti? Sama liði sem vinnur? Já. Jú, PSG er náttúrulega í Fraklandi líka. Þetta er svolítið, það er svolítið leiðilegt, sko. Já. En fallbaráttunar hafa verið skemmtilegar og Champions League baráttunar en Bayern vinnur þetta oftast, sko. Það er leiðilegt, sko. Já. Hvað elskar Ísak Bergmann að gera þegar hann er ekki að spila fótbolta? Það er bara að vera með kæristinu og vera með fjölskyldunni, vera með vinum og eiga góða stundir saman, sko.
Ég er ekki, það er margir sem spyrja mig hvort ég byrjar í golfinu. Einmitt. Ég er ekki byrjað því, ég er líklega lélegast í golf spilari landsins. Já. Þið vil ég ekki sjá sveiflunum minna, þetta er bara sjokking dæmi, sko. Og já, hann er bara, já, þetta, klassíska. Já. Já. Albert Guðmunds eða Hákon Arnar, hvor er betri? Spyrja þessu. Ég held sem Birkir er þessu við þessu. Þeir eru svo öðru í sem maður. Albert er, þú veist, hann skorar meira með, er meiri sóknar maður. Hákon getur náttúrulega list svo margar stöður. Getur verið 6, getur verið 8, getur verið 10, getur verið kantur. Hleypur endalaust. Þannig að þetta eru öðru í þessi leikmenn en þú veist, ég verð að bakka minn mann Hákon upp. Já, sko Hákon alltaf besti vinurinn, mikið rætt og ritað að hann þurfa að fara í nýtt lið, hann er samt bara í einu besta liðinu í Fraklandi sem er að fara að spila í Champions League. Ef þú fengir sjálf, ef þú var umbóðsmaðurinn hans, hvað myndir þú pleysa hann? Hvert á hann að fara næst? Er ekki allir á Íslandi alltaf að segja að Tottenham sé liðið hans? Já. Nei, liðið sem að spilar skemmtilega fótbolta. Hákon á að vera liðið sem er með boltan og hann er á mjög flottum stað núna í Lille. Ég held að fólk átt sig ekki alveg, hann er í meistaradeildinni ár eftir ár. Það er, ég held að hann kannski geti klukkað 20-30 meistaradeildir ekki á næstunni. Það er ekki leiðilegt. Það er ekki leiðilegt, sko. En auðvitað sami svo fyrir hann. Premier League er örugglega draumastaðurinn fyrir hann. Hann er flottur í flestum liðum, held ég, sko. Já, held ég líka. Hver er mestu áruna í landsliðinu? Áruna? Já. Þetta er góð spurning. Þessi er nafnlaus. Já, Gylfi náttúrulega er með alvöru áru yfir sér. Náttúrulega örugglega. Hver er það? Já, ég er að spyrja því. Ég held að örugglega 70% af landsliðinu leit upp til Gylfa eins og þegar við vorum yngri, þannig að ég myndi segja hann, en örugglega þegar Arnar Gullarsson með nefnt niður þá er hann alveg Það er þjálfarinn. Hverju var ég að gleyma? Já, Albert Guðmunds. Já, Albert Guðmunds. Já, það var svarið, sko. Hann er líka með ári, sérstaklega á Ítalíu. Já. Ég myndi ekki vilja Arnar Gullars vandamál er að Arnar Gullars er með bestu áruna, sko. Sástu hvernig hann var í HM-kvöldinu? Já, rosa. Hann var bara einhverju skyrtu og einhverju nærbu. Já, bara hann getur gert. Já, líka, þú veist, líka undirbúning í HM þegar hann var að klína honum upp í skeitina. Með vinstri, það var galið. 2 kvöld í röð. Já, þetta var bara, það er ára. Þetta er leikmaður. Herði, strákar, ég held að við séum bara komin að endalókum þetta er búið að vera ekkert smá skemmtilegt í þess. Það var mjög gaman að koma. Það var mjög skemmtilegt. Ég er með 2 í lokin bara. Auðvitað tókum við náttúrulega 1 rátur kransminnum hana fyrir 4 ára síðan. Hann er búin að eldast eitthvað aðeins, hann er við endum á því. En hvar verður Ísak Bergmann eftir 5 eða 10 ár? Hvað þarf þú að gera til að vera enn ánægðari með ferilinn? Ég er persónulega mjög ánægður á þeim stað sem ég er í dag og það er komið fram, en ég held ég þurfi bara. Ég er á mjög góðum stað og hef skoðað, þú veist, statistík með áboltan í Bundeslíkunni og í alþjóða fótbolta, en ég get bætt mig ennþá mikið í dúelum, ég get bætt mig í varnarleik. Ef ég bæti því við leikinn hjá mér, þá er ég orðinn svolítið alhliða miðmaður, finnst mér. Þannig að draumurinn er, eins og ég segi, Premier League, að spila í Premier League einn daginn, en ég er mjög ánægður í Bundeslíkunni og að spila í Bundeslíkunni er líka draumur. En já, þetta er svona markmið núna aftur því ég fyrir út í Köln að bæta þessu við, vinna fleiri bolta fyrir lið og vera, þú veist, líka upp á landsliði að gera. Ef ég vinn fleiri bolta og gefa hann svo Hákon og Albert, þá vinnur örugglega fleiri leiki. Já, lokaspurningi ég sagði að þetta búið að geðveikt. Takk fyrir komin hérna, góðum sunnudegi. Við þurfum að trífa okkur út í janúar, það er 100%. Já, 1 ár til ungra kransminnumanna og hvernig sem er að hlusta hana þátt? Það er bara þetta sem ég sagði á hann með að sama þótt að gangi illa og það er eitthvað erfitt eða þjálfarinn er ekki að spila þér eitthvað svoleiðis. Það er bara alltaf að vakna okkur meinasta degi og gera eitt besta, gera auka, fara í gymmið, ekki láta neitt segja þér hvað þú getur náð, hvaða drauma þú getur náð, bara aldrei að hlusta á eitthvað sem segir og getur ekki gert eitthvað. Það er svolítið bara að hafa trú á sjálfum þér. Ísak Bergmann, takk fyrir daginn, takk fyrir komuna og áfram Köln næstu tímpl. Sjáumst þetta 4 ár. Já, 4 ár. Næsta háar. Og kannski fyrir þá allra hörðustu sem að hlusta til enda og er að taka þáttinn bara leið og hann droppar. Þá er síðasti séns á kvikmyndaskólanum. Heldur betur. 30. júní er deadline og námið auðvitað hana fyrir þá sem eru spenntir fyrir skapandi starfi.
og þessi grein auðvitað býður upp á alls konar möguleika, þú ert með kvikmyndagerðina, kvikmyndatækni og kvikmyndaleik en annars bara þangað til næst